Góðan daginn. Verið hjertalega velkomin að þetta málþing. Það er ákveðlega gaman að fá að taka á móti ykkur hérna á Rannsóknasetri Háskóla Íslands og Breiðdalsvík. Helga ég er verkefnisstjóri hér og stýra hér í dag lesarann okkar sem eru 5 talsins og lögðu land undir fót til þess að koma og vera hérna með okkur. Og svo langum við að þakka sérstaklega líka honum Sveini Ingva sem er 7. höfundurinn að íslenskum bókmenntum og gat ekki verið hérna með okkur í dag. Þurftum því miður að færa vegna vel, fundum ekki í dag að allir gátu komist og hann er, annars þá vildi ég líka bara nefna það að Rannsóknasetrið er starfrækt í nánu og góðu samstarfi bæði við Breiðdalssetur sem er sjálfseignarstofnun og hefur byggt hér upp menningar- og fræðastarfsemi í vel á annan áratug og við Fjarðabyggð og við vorum svo heppin að fá smá styrk frá menningarmálanefnd Fjarðabyggðar til þess að halda þetta málþing hérna í dag og erum ákaflega þakklát fyrir allt þetta góða samstarf líka. Ég held að ég sé ekki að gleyma neinu og ég ætla nú ekki að standa hérna og messa yfir ykkur. Ég ætla nú frekar bara að fá að bjóða fyrsta fyrirlesarann velkomin. Það er Ármann Jakobsson sem er prófessor í íslenskum bókmenntum fyrir alda við Háskóla Íslands. Og það deila hérna skjánum líka. Svona, þá er það bara tilbúið og við þurfum svo ekkert að færa neitt frekar í því. Gjörðu svo vel, Ármann. Góðan daginn og takk fyrir komuna. Þetta er í fyrsta sinn sem ég er í Breiðdalsvík. Þetta er sögulegur atburður í mínu lífi, ef ekki sögu bæjarfélagsins. Og einstaklega gaman að koma hér og ekki síst af þessu tilefni. Mér langar sem fyrsti ræðumaður að segja ykkur svolítið almennt frá ritinu. Svona kynna ritið sjálft á meðan seinni fyrirlesarar munu einkum tala það sem þeir sjálfur skrifuðu. Og þetta er sem sagt ritið Íslenskar bókmenntir, saga og samhengi. Eins og venjulega þá er titillinn oft seinastur verða til. Mín hugmynd sem lýsir kannski einhverju oflæti var að það héti bara Íslenskar bókmenntir en svo var þessi titill, þessi undirtitill ofan á. Og það var alveg þannig að fólki hjá bókmenntafélaginu var farið að stinga upp á svo hræðilegum undirtitllum að við urðum að finna upp á einhverjum öðrum á móti til þess að losna við þá. Tilurð verksins er eiginlega tvíþætt. Annars vegar er þetta auðvitað ekki fyrsta bókmenntasagan sem er sett saman á Íslandi og þetta vita náttúrulega fólki hér manna best því að þetta er nú einn forveri okkar, Stefán Einarsson sjálfur. Svo kom auðvitað út 5 binda bókmenntasaga fyrir 30 árum. Hún byrjaði að koma út fyrir 30 árum, því lauk fyrir svona 15 og það er vitaskuld stórvirki mikið og ljóst ólíklegt að nokkurn tíma verði samið viða meira yfirlitssitt íslenskar bókmenntir. Og hinn bóginn var það aldrei tilgangur þess rits að vera kennt í háskóla. Og fyrir þessu höfum við svolítið fundið, við sem höfum sinnt kennslu íslenskra bókmennta í háskólanum, að 5 binda verkið var í stærri kantinum, var í rækilegri kantinum. Nemendur náðu ekki allir sambandi við það auðveldlega. Þeim fannst þetta eiginlega mikið þegar voru farin að lesa önnur styttri verk, jafnvel menntaskóla kennslubækur til þess að sleppa við að lesa bókina. Þannig að við höfum lengi rætt saman, kannski mest ég og Aðalheiður og Sveinn Ingvi á kaffi. Ég held að við höfum meira sér verið í einhverjum mannfagna á kaffistofunni, krunga okkur saman og hvort við ættum ekki að reyna að sækja styrk og hefja bókmenntasöguritun. Og skömmu síðar kom til mín forseti bókmenntafélagsins, Jón Sigurðsson, og þannig var að Íslenska bókmenntafélag gaf út sögu Íslands í 12 bindum voru þau og það tók 42 ár. Og hann hafði hug á frekari yfirlitssagnaritun þó ekki sem tæki 42 ár í viðbót og hann nefndi við mig bókmenntasögu og það var auðvitað fjarska vel degi hjá mér því við vorum þegar farin af stað að hugsa þetta rit. Síðan bjuggum við til þessara 6 manna ritnefnd
auðvitað bæði með því að horfa til þess hverjir væri nú kannski á sviðinu, en það náttúrulega margir, og líka fólk sem gæti kannski hjálpað fyllt í okkar eyður. Og ritnefndin var til, hún fundaði snemma árs 2018 var það ekki, í fyrsta sinn. Og við ákváðum að halda, við fengum styrk frá sjóði Áslaugar Hafliðadóttur. Áslaug Hafliðadóttur lyfjafræðingur í Reykjavík sem arfleiddi háskólans að fjármunum með því skilyrði að þeir eru nýttir til íslenskra tungu sérstaklega. Og þetta var eiginlega það sem kom okkur af stað, það var þessi styrkur frá Áslaugu hittinni sem ég var vissum að hefði glast að sjá þessa bók. Síðan fórum við að funda, við fengum bókmennafélagið sjálft, fekk styrk frá Alþingi til að ganga frá útgáfun á myndarlegan hátt sem skiptir auðvitað miklu máli, ég mun sýna ykkur seinna hvaða áhrif það hafði. Og sem sagt, í júní 2018 komin ágætur grundvöllur fyrir verkið. Og við ákváðum að funda mánaðarlega og gerðum það nokkurn veginn allan tímann og ræddum eiginlega allt fyrirfram. Við ákváðum að vera svolítið norræn. Ef þið hafi verið í norrænum nefndum, þá vitið það norrænt fólk. Við gjarnan ræða allt fyrirfram sem hugsanlega gæti gerst á verkefnistímanum til að vera undirbúin og hafa línu í öllum hugsanlegum málum. Og þetta var svolítið okkar lína, við ræddum þetta fram og aftur. Við fengum hönnuðinn snemma í liðinu okkur og síðan unnum við þessi í 4 ár. Það voru ákveðin vatnaskil í nóvember 2019 þegar hópurinn fór til Feneyja. Okkur var sem sagt boðið, en ég var boðið til Feneyja að tala þessar bókmenntasöguritur sem Ítalir höfðu frétt af. Það ár gáfu þeir sína eigin norrænu bókmenntasögur og þannig að ég sagði já við því en var ekkert viss ég ætlaði að fara því ég er nú ekki mikið fyrir ferðalög. Breiðdalsvík er nú langt fyrir mig. En þannig ég spurði félag minn hvort einhver þeirra vildi fara og það réttu allir upp hönd. Þetta eitthvað með Feneyjar held ég. Þannig mér var falið að skrifa mannunum tilbaka og segja megum við koma 6. Og þeir svöruðu já, en þið fá þá meiri tíma úr því það svona mörg. Þannig að hér í Feneyjum tíðkast veluna fólk fyrir framhleypnina. Og þetta var mikilvæg ferð, þar sem við kynntum okkar verk og töluðum við fólk sem hafði mikla reynslu af því að skrifa norræna bókmenntasögu. Og í raun og veru voru drögin af bókinni því til löngu áður en við vorum byrjuð að skrifa. Ég held að það fyrsta sem ákveðið var að við myndum nota tímatal til að byggja upp þessa bókmenntasögu. Og það nýstárlegt sérstaklega þegar kemur að eldri bókmenntum. Þetta hefur ekki verið venja í bókmenntasöguritum. Það hefur verið notaðar bókmenntagreinar eða stefnur eða hugmyndastefnur til þess að fara í gegnum. Við vildum taka eins víðari nálgun með því að nota tímatalið og nota ártöl. Hvert okkar var látið finna 5 ártöl sem voru síðan nýtt sem upphafsstaður og farið frá því hingað og þangað. Þessi ártöl voru ekki það sem við köllum sjálfsögð ártöl. Allir þekkja þessi sjálfsögðu ártöl í Íslandssögunni. Það 1944 og 1918, 1662, 874, árið 1000 og svo framvegis. Við reyndum að forðast þau og völdum óvænt ártöl. Fyrsta ártalið í bókinni 453. Það kann að virðast óvænt vegna þess að Ísland var ekki byggt þá. En þær bókmenntir sem urðu síðar íslenskar bókmenntir, þær voru hins vegar, þær voru að hefjast þá. Þannig að við nýttum þessi ártöl, þetta nýttist okkur öllum vel. Við reyndumst öll. Annað vandamál var að hemja okkur. Það feikilega erfitt að skrifa 800 blaðsíðna bókmenntarit. Þegar fólk sér þessar feitu bækur, þá hugsa þeir, þetta nú mikið. En þetta nefnilega ekki mikið miðað við það sem til. Þetta lítið brot af því sem hægt var að segja íslenskar bókmenntir og við þurftum öll að hemja okkur talsvert. Og það var nú svolítið ég sem tók að mér að valda öðrum vonbrigðum með hversu fá orð við í raun og veru hefðum. Áheyrendurnir skipta okkur miklu máli. Þetta í raun og veru rit sem orðin til vegna þess að
við vildum ná til nýs áhorfendahóps og það fólk sem fætt á 21. öldinni. Við vildum reyna að skrifa bók sem fólk sem fætt á 21. öld gæti lesið sér til gagns og til gamans. Og við vorum stöðugt að ræða áhorfendahópinn. Og nú erum við ekki í honum, við erum öll bara tiltölulega aldra fólk, miðað við fólki sem við ætlum að ná til. Og það skiptir máli, við þurftum að hugsa forþekkingu, hvað veit hópurinn, við þurftum að tala stíl, skrifa alþýðlega án þess að tala niður til áhorfandans, þannig að þetta gat verið flókið, meðal annars réðu við 3 unga Íslendinga til að lesa yfir textan, þess að vera fullvissum að áhorfandahópurinn sem sagt skildi bókina. Og það var held ég snjatraði hjá okkur og gerði sitt gagn. Annað sem við vildum gjarnan gera var að við vildum ekki dylja þær rannsóknir sem á bak við bókina. Og það kemur kannski aðalega fram í tóninum. Það að segja tóninn í svona riti getur verið þannig að það tala eins og Guð á himnum í Gamla testamentinu. Kemur bara einhver rödd og segir manni hvernig hlutinir eru. En við vildum ekki hafa þann tón, heldur bara svona segja frá hér erum við að byggja á rannsóknum. Auðvitað var þetta markmið í nokkuri andstöðu við það markmið að vera stuttorður. Því leiðum að byrja að lýsa rannsóknum þá náttúrulega fara orðin að fjúka mjög hratt, en við reyndum að gera þetta og ég held að við tekist að ná tóninum réttum og ég kalla þetta stundum viðtekningarhátt. Við erum með svona örlítið hik og efa í hvernig við segjum frá hlutunum og reynum svona að gera lesendum ljóst hvernig þekkingin kemur. Þar myndefnið reyndist nýta mjög vel þar. Eitt af því sem við reyndum að gera var að vera mjög frjáls frá eldri sögu og það skiptir auðvitað bæði máli rit Stefáns en ekki þýður 5-binda bókmenntasaga. Það var mjög auðvelt að stilla sig bara upp í andstöðu við hana en við reyndum að gera það ekki. Erum auðvitað oft sammála henni en stundum með okkar eigin línu. Ég held að við höfum reynt líka að frelsa okkur þannig frá fyrri hugmyndum. Rannsóknir síðustu ára hafa langmest vægi í þessari bók og ég hef stundum sagt í viðtölum, það eru margir höfundar að þessari bók, fyrir utan okkur 6. Það fólk sem hefur rannsakað bókmenntir seinustu 30 árin, hefur mikið lagt fram til þessara bók og það leggur grunninn sem við byggjum á hér, því að þessi bók auðvitað ekki frumrannsókn, hún fyrst og fremst miðlun þekkingarinnar eins og hún núna í fræðiheiminum og sú þekking ekki öll frá okkur persónulega. Eitt af því sem ég finnst vera svolítið mikill munur og fólk hefur tekið eftir, það viðhorfin, það munurinn á hvernig litið á Ísland andspænis öðrum þjóðum. Og það sést svolítið vel ef við berum okkur saman við Stefán Einarsson, ég langar svolítið til að lesa hérna upp úr honum, að því við erum stödd á hans heimaslóðum, að sem sagt hann sem sagt Stefán hefur langmestan áhuga á því sem sér íslenskt og það sést mjög mikið hér. Hann skrifar hérna ágætan inngang sem sagt stöðu Íslands í heimsmenningunni en hann fyrst og fremst að hugsa hvað einstakt og merkilegt við Ísland. Og hann talar hérna víkinga. Eitt víst víkingana, trú á Guð eða Guði sendi þá ekki víking. En hvað var það þá sem rak þá í þessar ránsferðir? Hvað eftir annað heyrir maður að hugsa þeirra hafi verið að afla sér fjár og frama? Hvort tveggja mátti vinna í víking, fé með því að bera af óvinum sínum og taka herfang, frama með því að berjast hraustlega og drengilega, heima fyrir mátti vinna frama og vináttu fylgismanna sinna með gjafmildi, hreysti drengskapur og gjafmildi voru 3 megin dygður höfðingja, án þeirra var ekki að tala framið að sæmd síst af öllu gat höfðinginn leyft sér að leggja sem ormur og gull sitt. En hvers virði var frægðarlaust líf? Því svara Hávamál með stöku sinni sem geymir kjarna heiðinnar heimspeki, deyr fé, deyja frændur, deyr sjálfur hið sama, en orðstýr deyr aldrei geymir sér góðan getur. Til að vinna ódauðlegan orðstýr mátti maður vera engum háður nema drengskapar gröfunni í brjósti sínu og almenningsálitinu eða fór í sömu átt. Og þið heyrið strax tónin, það engin kvenmaður með í þessari lýsingu. Þetta bara karlmenn, þetta bara víkingurinn, Íslendingurinn karlmaður og þetta auðvitað eitthvað sem
hefur breyst mikið seinustu 50 árin. Þetta gerir það að verkum að þessi bók getur aldrei orðið eins og bók Stefáns vegna þess að það eru alltaf kröfur gerðar til bókmenntasögu núna. Og annað því sem við leggjum mikla áherslu á, það er að vera sífellt að skoða Ísland í samhengi við menningarstrauma sem eru stöðugt að berast hingað. Þess vegna heitir fyrsti kaflinn Arfurinn og síðan menningarauður landnema. Áherslupunkturinn er þessi: íslenskar bókmenntir eru ekkert íslenskar, heldur eru þær innfluttar að verulegu leyti og svo haldast þær áfram að taka breytingum fyrir regluleg erlend áhrif. Og kaflaskiptingin í mínum hluta endurspeglar þetta. Það nýr kafli sem snýst ritarasagna áhrif, það annar sem snýst helgisagna áhrif, sá þriðji fjallar skriftritmenninguna þegar hún kemur til Íslands og svo þegar kristin trú kemur til Íslands. Þannig að það eru þessi 5 áhrifavaldar sem hver fá sinn kafla og það síðan finn ég ártöl sem endurspegla þetta. Eitt af því sem ég fannst skemmtilegt var að ég fjalla ekkert allar Íslendingasögurnar, ég fjalla bara þær sem eru samdar fyrir 1250. Ég fjalla dróttkvæði á sömu öld og eddukvæði, þau eru verða til á sama tíma. Það ekki, við hólfum bókmenntirnar ekki niður og það ekki fjallað eins og þið munið, þá var í bókmenntum sem yfirleitt fjallað dróttkvæði Egils á 10. öld og svo Egils sögu á 13. öld. Eins og þetta tvennt væri alls ekki tengt, en dróttkvæði Egils eru öll í Egils sögu samt sem áður. Þannig að þetta ekki 2 ólíkar bókmenntegundir og við reynum að leggja áherslu á þetta líka með því að tala svolítið upprunann og hvaðan við fáum bókmenntirnar. Og mér langar svolítið til að tala líka myndefnið. Við fengum Snæfríði Þorsteins sem hönnuð, hún var með okkur frá upphafi og svo fundum við sérstaklega þetta og þá lögðum við línuna sem sést með annars hér, að myndefnið eru bækur af verulegu leyti. Þetta útgáfa af konungasögu sem stafrétt og með neðanmálsgreinum og þegar nemendur lesa þetta innan þennan aðgengilega úrvinnslu sem við erum með, þá sjá þeir svolítið hvernig bókmenntirnar berast okkur. Þeir ekki bara kjalfróðir eins og stundum var sagt, vita heilmikið bókmenntir en hafa aldrei lesið þær, heldur fá þeir svona aðeins að sjá líka bókmenntirnar sjálfar, skilja hvaðan þeir eru komnar, kynnast ólíkum tegundum útgáfna og sýna kannski raunvarðveisluna. Sjá þetta handrit þegar þar kemur. Hér ein handritamynd og þá sjá þeir hvernig textin varðveittur í handritum, hversu þétt skrifað, hvernig spásjöfnar eru, hvernig lýsingarnar eru, allt þetta. Þetta allt saman hluti af kennslunni að sýna og svo stundum að segja líka, en þetta styður hvert annað. Þetta fannst mér vera einn besta ákvörðun sem við tókum að nýta myndefni svona kennslufræðilega. Fyrir utan Snæfríði var með okkur Arnór Gunnar Gunnarsson, sagnfræðingur. Hann var mjög drjúgur við að útvega þessar myndir og þetta auðvitað mikið verk og þetta hefði náttúrulega aldrei verið hægt nema vegna styrksins frá Alþingi. Út af því við höfðum smávægilega peninga upphæð, 10 milljónir fara býsna hratt. Þetta engin ósköp, en þetta samt mikið miðað við þá fjármuni sem fræðiritum yfirleitt skammtað á Íslandi. Þá þetta bara býsna gott, en við þurftum samt að passa hverja krónu og niðurstaðan var svo að við héldum okkur þetta dugði. Þannig að Alþingi á mikinn þátt í þessari bók. Ég að hugsa að láta þetta bara duga í bili. Þetta bókin, Sjón sögu ríkari. Ég get nefnt það í lokin að þessi bók var tekin í notkun í Háskóla Íslands daginn eftir að ég fékk fyrsta eintaki í hendur. Þá vorum við Ásta bæði með þannig á dagskrá í tímum og það var sérstakt ánægjuefni fyrir okkur að þegar sem sagt kennslan hófst þá var bókin ekki komin úr prentun, þannig að allir fengu PDF-skjal en síðan sáum við samt bókin á borðum nemenda. Þannig að þeir voru búin að fá hann alltaf ókeypis
en fengu sér samt eintak og það finnst mér nú vera meðmæli og voru með hana í tímum og þannig að mér finnst að minnstakosti einu markmiðinni hefur verið náð að nemendur tóku bókin ekki með neikvæðni og hún ennþá ekki mjög hugtuð af nemendum en svo gæti það náttúrulega enda svo að við erum notið nógu lengi. Takk fyrir. Kæra þakkir Ármann og já, það eins gott ég komið hingað núna, tölvan lág á rafhleðslu, ég ætla að hlaupa upp og sækja hleðslutæki fyrir hana, en á meðan þá ætla ég að bjóða velkomna Aðalheiði Guðmundsdóttur sem er okkar næsti fyrirlesari og sömuleiðis prófessor í íslenskum bókmenntum fyrri alda við Háskóla Íslands. Já, og hér. Þú bara já, og næsta glæra kemur bara hér. Einmitt, þakka þér fyrir. Og komið sæl. Ég sem sagt einn af höfundum þessari nýju bókmenntasögu. Nánar tiltekið annars hluta af 6, tímabil sem nær frá miðri 13. öld og fram til ca. 1500. Þegar ég hófst handa við að skrifa þennan kafla, þá svona eins og Ármann var að tala við tókum okkur svona svolítið jafnfæti stöðum það hvernig við vildum nálgast efnið og ég sé fyrir mér, ég horfi tilbaka, það hefur verið gert, ég horfi líka fram á við og svo ætla ég að horfa á sjálfa mig sem einhvers konar miðil eða millilið, einhvers konar tengilið á milli þess sem fólk hefur verið að segja hingað til bókmenntir og síðan þetta, hvernig verður bókin notuð í framtíðinni, hverju koma til með að lesa hana og þarna stend ég mitt á milli og ég ætla bara að gera mitt besta til þess að miðla, til þess að sameina þessa 2 heima eða hópa og þá auðvitað er ég meðvituð það að ég þarf að taka tillit til fyrri rannsóknar og síðan framtíðarinnar. En svona þegar litið er tilbaka þá auðvitað blasa við mér þessi mikilvægu rit, yfirlitsrit íslenskra meðaldabókmennta. Meðal annars bókmenntasögu þeirra Finns Jónssonar, Stefáns Einarssonar og Einars Ólafs Sveinssonar, bókmenntasögu fyrir framhaldsskóla eftir höfunda á borðið Baldur Jónsson, Indriða Gíslason og Ingólf Pálmason, Heimi Pálsson og Ármann Jakobsson, auk auðvitað íslenskra bókmenntasögu máls og menningar í 5 bindum. Og öll þessi rit eru afar ólík og miðla þekkingum bókmenntaarfinn með mismunandi hætti. Sem kennari og fræðimaður á sviði miðaldabókmennta þá hef ég notað 4 þessara bóka langmest, það er að segja fyrstu 3 bindi íslenska bókmenntasögu máls og menningar og svo bókmenntasögu þeirra Finns, ætla ég frekar að segja fyrir ekki, Finns, Stefáns og Einars Ólafs, það 3. Og allar þessar bókmenntasögur þær urðu til þetta í fræða umhverfi síns tíma og þær byggjast á því gildismati sem tíðkaðist meðal þeirra kynslóða þegar þessar bækur urðu til. Og það þýðir þó ekki að við getum ekki haft gagn af þeim lengur og bókmenntasögur þeirra Finns þeirra Stefáns, ætla ég nú að segja, Einarssonar og Einars Ólafs Sveinssonar, þær til dæmis höfðuðu sérstaklega bara til mín vegna þess hvað þeir völdu að segja, hvaða efni þeir völdu til þess að taka sem dæmi og svona hvernig kynntu þetta efni og þeir tengdu efni vel, fannst mér við ritunartíma einstakra verka, svona jafnt sem bara þann arf sem að bókmenntirnar spruttu úr. Í riti sínu Íslensk bókmenntasaga 879–1960 eða A History of Icelandic Literature dregur Stefán Einarsson fram á sjónarsviðið fornar rætur efniviðarins og tengi við sagnaritun annarra Evrópuþjóða. Bókmenntasagan var því til þess að ég fór að kynna mér rannsóknir Stefáns í stærra samhengi og í nýútkomnum bókum mínum Arfi aldanna þá notast ég ekki bara við bókmenntasöguna hans heldur 2 greinar sérstaklega, aðra fornenska kvæðið Vítsið og hina örnefni á Austurlandi. Vítsið er meðal allra elstu kvæða á fornensku og að jafnaði þá það talið ort á síðarhluta 7. aldar, þótt að ekki varðveitt í handriti fyrir frá ca. 970.
Rannsókn Stefáns á Víðsið frá 1936 felur í sér íslenska þýðingu á kvæðinu sem mér finnst það mjög merkilegt. Þetta eitthvað sem að fræðimenn dagsins í dag myndi ekki gera, að fara að þýða viðfangsefnið yfir á íslenskt mál. Og þar auki þá birtir hann svona lista yfir 71 fornkonung sem að talin upp í þessu kvæði og 81 þjóð eða þjóðflokk. Auk alls konar örnefna sem að koma fyrir í þessari gömlu kvæðaþulu. En þessi rannsókn hans á Víðsið krefst mjög góðra þekkingar á þessum ævaforna efniði sem í rauninni heill heimur út af fyrir sig. Sjónarhorn Stefáns áhugavert og óvenjulega vítt miðað við ritunartíma. Og það ekki ólíklegt, finnst mér, að það megi tengja bæði efnisval Stefáns og efnistök við rannsóknar umhverfi hans, við John Hopkins University í Baltimore og samstarfum hans við Kent Malone, einn helsta sérfræðing í fornenskum kveðskap. Það gaman að segja frá því að ég notaðist einnig við 3 rit eftir Kent Malone, það á meðal útgáfans á fyrrnefndu kvæði, Víðsið, og mikið vildi ég hafa verið fluga á vegg þar sem að þessi 2 spekingar sátu saman og ræddu tengsl engilsaxneskra og norrænna bókmennta. En með þessum hætti þá bókmenntasaga Stefáns Einarssonar svona eins og bókmenntasögur kannski eiga að vera. Hún vekur áhuga lesenda á að kynna sér dýpri rannsóknir og hjálpar þeim að setja hlutina í stærra samhengi. Og ég held að tilganginu með svona yfirlitsritum eins og bókmenntasögur sé náð ef fólk fer að leita áfram. Hvað hefur þessi höfundur skrifað og svo framvegis, þá áhuginn vakinn. En ef við snúum okkur að bókmenntasögur finnst, þá nú mörgulítið ólík riti Stefáns og svolítið sett upp eins og uppflettirit, sem ekki tilfinning sem maður fær beinlínis með því að lesa Stefán, heldur kemur þetta svona þetta skipulega fram frekar hjá honum Finni og þar hægt að nálgast fróðleik í rauninni hvert af bókmenntaverk sem að samið var á miðöldum og umfjöllun hans flest þessara verka því að jafnaði mjög svona stutt og hnitmiðuð, hann búinn að ákveða fyrirfram hversu mikið pláss hvert verk á að fá og umfjöllunni miðast bara svona við staðreyndir og svona almennar hugmyndir á þessum tíma og auðvitað að því marki að Finnur, hann hefur svona þótt heldur óspara á að kasta fram aldursgreiningu á einstökum verkum án rökstuðnings eða rannsóknar. Og á meðan bókmenntasagan vissilega ennþá nothæf sem uppflettirit þá blasa að minnstakosti 2 vandamál við nútíma lesenda ætla sér að nota bókina sem einhvers konar þekkingargrunn. Auk grundvallar hugmynda þá byggjast upplýsingar hvert verk sig á rannsóknum fram til fyrstu áratuga 20. aldar. Og miðað við stöðu dagsins í dag var rannsóknarsaga íslenskra miðaldabókmennta tiltölulega stutt á veg komin á þessum tíma. Viðhorf fræðimanna voru enn lítið af þjóðerniskennd, rannsóknar aðferðir voru takmarkaðar og einstök verk höfðu ekki verið aldursgreind að því marki að nákvæm rannsókn lægi að baki hverju verki. Upplýsingarnar því mörgum tilvikum úreltar, en slík reyndar örlög langflestra yfirlitsrita og uppflettirita. Nú þar sem bókmenntasagan nánast eins og uppflettirit, engin svona upptalningu fyrir mér að vera yfirlitsverk sem miðlað í ákveðnu sjónarmiði, til dæmis þá sér maður ekki að það hafi verið tilgangur hans beinlínis að vekja áhuga lesenda. Þetta frekar svona bara safn upplýsinga. Og sem uppflettirit þá nær bókmenntasagan í rauninni ekki að vekja beinlínis áhuga manns á íslenskum bókmenntum. Það mín tilfinning að honum hafi ekki tekist það eins vel og Stefáni tókst, allavega í mínu tilviki. Vegna þess að það vantar einhvern veginn þegar við erum að skrifa svona uppflettirit, þá vantar hennar þráð sem að tengja hlutina saman, setja það í samhengi og það vantar þá líka þennan neista sem að gæti mögulega vakið upp frekari fróðleiksþorsta hjá nútíma lesenda. Þeir höfundar sem hafa skrifað íslenska bókmenntir frá og með miðri síðustu öld, þeir hafa allir móta verk sín með öðrum hætti má segja. Þeir hafa valið afmörkuð verk til umfjöllunar og rætt þau svo í víðara samhengi. Sá sem tekur við keflinu, hann lítur því að meta öll þessi verk og móta svo sína eigin stefnu út frá þeim.
Og spurningin sem að blasir við hlýtur þá að snúast það hvernig á að skrifa bókmenntasögu. Þannig að langt frá því að allir séu endilega sammála það og þess vegna geta forsendurnar verið mismunandi. Eitt af því fyrsta sem að fólk gagnrýnir þegar það les bókmenntasögu skortur. Það annaðhvort vantar umfjöllun tiltekin verk eða þau fá oflítið vægi miðað við mikilvægi þeirra menningarsögulega séð. Og þarna komum við að vanda þess að setja saman stutta bókmenntasögu. Bókmenntasögu sem alls ekki ætlað að telja upp öll verk sem eru nefnd fyrir höfundum, heldur þvert á móti að segja frá í stuttumáli einkennum tiltekinna tímabila, stefnum og hræringum með því að taka dæmi og ræða þau í víðu og áhugaverðu samhengi sem hluta af stærri heild. Mér finnst mikilvægt að höfundur bókmenntasögu gerir sér í upphafi grein fyrir því að hann hefur ákveðið vald, sem sagt og að valdi fylgir ábyrgð. Það hann sem velur efni til umfjöllunar, dregur fram þau atriði sem hann telur einkenna tegundir og tímabil og það einnig hann sem hlýtur að ákveða hversu langt hann vilji ganga í upptalningu. Tilgangurinn jú þetta yfirlit, þar sem að gera grein fyrir einstökum tegundum bókmennta, upphafi þeirra, þróun og endalokum og breytilegum einkennum þeirra þann tíma sem að sköpun bókmenntana virk. Innan þessa ramma svo óteljandi leiðir og það engin annar í raunin höfundurinn sem að ákveður hvaða svona stíga hann vill þræða á sinni ferð. Annað mikilvægt atriði að höfundur bókmenntasögu gerir sér grein fyrir þeim væntingum að umfjöllunin sé traust. Eitt mikilvægasta notagildi bókmenntasögu til dæmis það að hægt sé að byggja á henni. Þegar stúdentar stíga sín fyrstu skref í rannsóknum verður bókmenntasagan oft svo undirstaða sem við byggja á. Og til þess að hægt sé að byggja einhverju þá náttúrulega þurfa undirstöðurnar að vera eins traustar og kostur er. Það ekki þar með sagt að höfundur bókmenntasögu þurfi að hafa allt á hreinu að bera á borð einhvern heilagan sannleika, heldur þurfa lesendur að vita hvar við stöndum per sinni, hvar í rauninni rannsóknarsagan stödd, að umræðan sé ennþá í gangi, menn séu ennþá að móta nýjar hugmyndir, skoðanir séu ólíkar og að það eru kannski fleiri en einn möguleiki í boði, varðandi bara lestur og skilning meðal bókmennta. Nú að lokum þá líka mikilvægt að við spyrjum okkur sjálf hvað kröfur við getum gert til notenda að vega og meta umfjöllunarefnið. Ég held að bókmenntasaga eigi fyrst og fremst að endurspegla almenn viðhorf það efni sem til og fræðileg umfjöllun efnið þurfi að byggja á umræðu. Það þó einnig mikilvægt að bókmenntasagan hafi virkað tengingu við samtíma sinn og endurspegli ólíkar skoðanir og fjalla sig merkilegar rannsóknir og kenningar sem að snúa að umfjöllunar efninu. Yfirlit þó alltaf einhvers konar endurlit. Þar sem að hugmyndir fyrri fræðimanna eru dregnar fram og úr verður rannsóknarsaga þar sem að ríkjandi hugmyndir verða ofan á og mynda grundvöll umfjöllunarinnar. Hins vegar þó einnig rétt að spyrja án tillits til þess hversu trúverðug eða ótrúverðug umfjöllunin hvort rétt sé og þá að hvaða marki að höfundur byggi umfjöllun í bókmenntasögu á eigin rannsóknum og þar með ýmsum vafamálum hugsanlega sem hefur kannski þurft meiri tíma í umræðunni og að fá að gerjast betur. Að sjálfsögðu ætti bókmenntasaga geta verið vettvangur fyrir höfund að láta í ljósi eigin skoðanir og túlka einstök atriði upp á eigin spýtur og þá við að þessi möguleika séu nefndir meðal annarra möguleika og tekið fram að tilgátu sé að ræða þegar tilgátu að ræða. Með nýjum hugmyndum varpa menn ef til öðru ljósi að það sem hingað til hefur verið talið rétt og því koma nýjar hugmyndir alltaf til með að dýpka sýn okkar á tímabil eða einstök verk. Það á hinn bóginn mikilvægt að höfundurinn gerir sér grein fyrir því að það sem skrifað í bókmenntasögu getur orðið að staðreynd í huga þeirra sem lesa. Þar sé að fólk ætlast til þess að hún endurspegli meira eða minna viðteknu skoðanir og stærsti hluti notenda hefur enga forsendur til að draga umfjöllun hennar í efa. Sjálf hef ég lengi unnið með háskólanemum og hef oft orðið vör við það viðhorf stúdenta að bókmenntasagan sé nokkurs konar biblía þeirra. Stúdentar sem eru rétt að hefja nám og jafnvel þeir sem eru það til að ljúka grunnnámi hafa kannski ekki mikla forsendur til að skoða bókmenntasöguna með gagnrýnum augum. Í huga þeirra hún kannski hafin yfir gagnrýni. Þetta eitthvað sem að prófessorinn leggur til að þú lesir og tilengir á fyrsta ári
og það hlýtur að eiga að vera svona nokkuð pottþétt. Þannig að í því tilliti þá getur bókmenntasaga í rauninni verið jafn hættuleg og hún er gagnleg. Áhrif einstakra höfunda getur verið gífurlega miklu meiri heldur en fræðileg skrif á öðrum vettvangi getur nokkuð tímann orðið. Sá sem skrifa bókmenntasögu þarf því umfram allt að draga fram áhugaverð dæmi og ræða þau í samhengi við önnur án þess að gera eigin skoðunum hærra undir höfði en skoðun annarra fræðimanna. Bókmenntasaga er með öðrum orðum ekki vettvangur, finnst mér, fyrir fræðilegar tilgátur. Heldur þarf hann að vera eins traust og kostur er. Hún er það sem að lesendur treyst á og fyrsta ritið sem að fólki dettur í huga að fletta upp í þegar það þarf að útskýra bókmenntafræðileg hugtök eða fá hugmyndir einstök verk. Á sama tíma og eðlilegt er að gera vissar áreiðanlega kröfur til höfunda bókmenntasögu þá hljóta bókmenntasöguleg yfirleitt að mega vera bæði ólík og mislöng. Íslenskar bókmenntir, saga og samhengi átti frá upphafi ekki að vera bókmenntasaga á borð við þær sem við höfum hingað til fengið, heldur átti hann að vera stutt og skrifið því markmiði að geta höfðað til lesenda og yfir 20 og þar af leiðandi henta sér fyrsta skref háskólanema inn í fræðilega umfjöllun íslenskar bókmenntir. Sú áskorun að skrifa á öðru málsniði en því sem að maður er vanur, í þessu tilviki á einfaldara eða óformlegra málsniði, var vissulega áskorun. Að öðru leyti var sýn mín á efnistökin nokkuð meðvituð. Mér langaði til þess að kaflarnir mínir yrðu svona eins og hönnuð sýning. Ef við ímyndum okkur til dæmis bókmenntasögu Finns, þar sem ég sagði ykkur frá að hann í rauninni teldi að vera sitt hlutverk að nefna bara öll verk, helsta tímasetið til ákveðinna aldar og svo framvegis, þá væri það eins og sýning sem við værum að sjá og skoða á fornmunum þar sem að fólk leggur fram 1000 naglbíta eða eitthvað álíka. Bara allt sem til er sett fram á sýninguna. Ég vildi að minn kafli í bókmenntasögunni yrði meira svona eins og hönnuð sýning, þar sem að ég fengi að velja dæmin, dæmi sem ég þætti áhugaverð, dæmi sem að ég bjóst við að gætu hugsanlega þótt áhugaverð og einhvern veginn að tengja þau inn í þetta stærra samhengi. Það er það sem ég vildi gera, kveikja á frekari áhuga fyrst og fremst. Á hinn bóginn þá vildi ég líka að kaflarnir mínir, undirkaflarnir eða þá hlutin sem ég tók, að þetta yrði svona eins og bókmenntaleg mósaíkmynd sem að gæti með einhver móti orðið tákgræn fyrir þá heildarmynd íslenskra bókmennta sem að fyrir liggur og erfitt er að gera grein fyrir í heild sinni með góðu móti. Kaflarnir og yrði þá eins konar pass pro toto eða fulltrúi heildarinnar. Og svo er spurning, tókst það eða tókst það ekki? Ef ég á að vera heiðarleg og má meta það sjálf í mínu tilviki þá bara tókst það og tókst ekki. Við eigum einfaldlega allt of mörg eða við eigum bara svo mörg mikilvæg og einstök bókmenntaverk að ég held að engin bókmenntasögu höfundur komist upp með að fjalla ekki ákveðin kjarna. Og í svona stuttu yfirlitsriti þá verður kjarnin býsna stór. Þannig að þegar maður ímyndar sér fyrirfram að maður hafi mikið rými til þess að velja inn og ég ætlaði upphaflega að velja alls konar sögu frá 14. öldinni sem enginn hafði heyrt áður. En þessi mikilvægi kjarni okkar, hann tekur bara stórt pláss. Þannig að þetta er spurning að móta úr honum og velja svo inn dæmin kannski meira til hliðsjónar. Og þannig að þetta er spurningi á hvernig ætlum við að móta þennan kjarna og hvaða efni varpar svo frekar að ljósi á hann. Nú eins og fram hefur komið þá að grunnhugmyndin okkar svo að hvert okkar skrifaði 5 kafla og hver kafli hæfist á eins konar sviðsetningu eða lýsingu á atburði sem að varpaði þá ljósi á tiltekið ártal og efni kaflans myndi svo snúast tímabilið í víðara samhengi. Hugmyndin var ekki svo að taka endilega þekkt eða mikilvæg ártal eins og Ármann kom inn á, heldur bara atburði sem gæti frekar talist svona dæmigerði fyrir tíðarandann. Og laða lesendan að því sem að var að gerast í menningarsögulegu samhengi. Þannig að aðeins svona, þú veist, að fá lesendan inn í það sem er að gerast, svona áratugunni í kringum það sem við ætlum að fara að fjalla Og þess vegna eru alls 30 sviðsett ártöl í bókunum 2 og með hverju þeirra er slegið nýr og jafnvel óvæntur tónn sem að marka einhverju leyti umfjöllunar efni kaflana. Það sviðsetningar sem að ég valdi sjálf
fyrir þann hluta bókana sem ég nefni sagnaritun og stísköpun og næri við 2-3 aldir eru 1263 með frásögn af því þegar Sturla Þórðarson flutti Huldasögu á skipi Magnúsar Hákonarsonar lagabætis. Og þá reyni ég að búa til þessa sviðsetningu og síðan fer út í að ræða bókmenntir tímabilsins betur í því ljósi. 1306 með sviðsmynd af Hauki Erlendssyni og því menningarlega umhverfi sem að handritið Hauksbók gæti hafa sprottið úr. 1343 með frásögn af því þegar 3 munkum af Ágústínarreglu, þeim Eysteini, Arngrími og Magnúsi, var refsað fyrir að brjóta á yfirmanni sínum. 1387 þá fáum við aftur sviðsmynd af því þegar handrit verður til að þessu sinni Flateyjarbók með samanburði við stöðu handritagerðar á síðari hluta 14. aldar og lokum 1456 með frásögn af því þegar ein auðugustu hjón landsins, þau Ólöf og Björn á Skarði, voru tekin til fanga af skoskum sjóræningjum. Þannig að sjáu að hugmyndin er þessi að þetta er spennandi atburðir sem einhvern veginn ættu að geta hjálpa lesenda að tengja sig við tímabilið og ef hann man þessar sviðsetningar, þá getur líka tengt við þær bókmyndir sem við erum að ræða út frá þessu. Þannig að við erum vissulega að reyna að fara nýja leiðir svona bæði fyrir þá sem hafa áhuga að lesa bókmyndasöguna og líka svona kennslufræðilega séð þegar við erum að hugsa nemendur okkar. Þó að útgangspunktarnir 5 gætu virkað sem tilviljunarkenndir atburði á þessum langa tíma, þá bara staðreyndin auðvitað sú að þeir eru ekki tilviljunarkenndari en hvað annað. Þeir eru bara jafnverðugir fulltrúar tímabilsins og margir aðrir álíka atburðir sem við gætum hafa velið úr, en þeir eiga það sameiginlegt að þeir svona geta verið til þess fallnir að vekja svona athygli lesandans á því að langa til þess að vita eitthvað tímabilið. Miðað við þína upphaflegu hugmynd mína svona þessa hönnuðu sýningu, þá auðvitað æðimargt sem ég nefni bara á nafn, eðlilega. En ég vona samt að mér hafi tekist þetta ætlunarverk mitt, þar sé að miðla bókmenntasögunni með því að taka svona dæmi, taka sumt betur fyrir en annað, leggja kannski meiri áherslu á það sem að hingað til hefur ekki verið hátt skrifað. Það tekir ímyndnar, sagnadansana, slík kvæði, sagnakvæði, bókmenntategundir jafnvel sem að fólk hefur hingað til ekki mikið þekkt hreinlega og legg þá kannski svona frekari áherslu á þetta og fyrst og fremst þá reyni ég að koma svona skýrt til skila að hver kynslóð verði í rauninni að uppgötva sína eigin bókmenntasögu. Að þessi arfur okkar lifni við sem viðfang í hug okkar en verði ekki bara upptalning á því sem er löngu búið að flokka, greina og segja allt sem hægt er að segja Sem nýjir viðtakendur þá höfum við fullan rétt á að meta þetta allt saman með nýjum hætti, út frá nýjum viðmiðum og með nýrri hugmyndafræði. Sé búið að skrifa þennan kafla bókmenntasögunnar áður þarf að skrifa hann upp á nýtt. Á þessu hangir, held ég, áframhaldandi líf bókmennta fyrri alda og eigi þær ekki erindi til komandi kynslóða, þá mun bara samfellan rofna. Við munum sitja uppi með úreltan menningararf sem eru þá hulin flestum en aðgengilegur einungis fáum. En þurfum við þá eftir allt nýja bókmenntasögu? Já, svo sannarlega held ég, svo lengi sem við teljum að íslensk menningarsaga heyri til menningarsögu heimsins og að menningarsaga heimsins auki skilning okkar á því hver við erum, hvað við komum og hvert við viljum stefna. Takk fyrir. Kærar þakkir, Aðalheiður. Næsta vil ég bjóða velkomna Margréti Eggertsdóttur sem er rannsóknarprófessor á handritasviði Árnastofnunar og ætlar að segja okkur frá næsta tímabili frá síðaskiptum til upplýsingar og lærdómsfund.
Já, við erum komið glæðar. Já, og svo bara svona. Þetta bara, hvernig finnst þig? Sækja böndilinn fyrir þig. Týndur eitthvað staðar á eftir. Þetta spurningin, sko, hvor megin hann fer á milli skjáa? Já, ég skil. Ég ætla nú að segja bara kæru áhorfendur, það sko mjög ánægjulegt fyrir mig að fá að taka þátt í málþingi hér á Breiðdalsvík á fræðasetri sem reist í minningu Stefáns Einarssonar, meðal annars vegna þess að þegar ég vann að doktorsritgerðinni minni sem fjallaði fyrirbæri barokk og hvort hægt væri að nota það hugtak íslenska bókmenntir, þá komst ég að því að fyrstur til að fjalla barokk í íslenskum bókmenntum var einmitt Stefán Einarsson, hvað segirðu? Eða þessi... Smetla bara hér. En tilbaka. Tilbaka, virka pílunar, já, nú virka pílunar. Svona. Pílunar? Já. Það var nýr bíll í dag og ný tölva, já. En allavega, það var í rauninni, sem sagt, það var Stefán Einarsson sem var fyrstur til þess að nota orðið barokk. Og hann í bókmenntasögunni sem hann birti fyrst á ensku árið 1957 og svo á íslensku 1961. Og í kafla veraldlegan kveðskap á Íslandi 1550 til 1750 undirkafli sem nefnist Blæstríður stíll brokkgengur innan svega barokk. Og þar einkum fjallað ýkjukvæði og skopstælingar, þar á meðal öfugmælavísur Bjarnaskálda Jónssonar, hrakfallabálk og þráðarlegsvísur sem eignaðar eru Hallgrími Péturssyni. Stefán telur sérstakan stíl að ræða sem tekin hafa verið upp á Íslandi fyrir áhrif frá erlendu kveðskap, bæði þýskum og frönskum. Og svo í þetta tókst, í ritinu Austfirsk skáld og rithöfundur 1964, þá notar hann í umfjöllun sinni Stefán Ólafsson í Vallanesi lýsingarorðin afkáralegur, burleskur og gróteskur. Ég að vísu ekki alveg sátt við orðin sem hann notaði þessa tegunda kveðskap, en hins vegar var það einmitt að mínum mati kosturinn við Stefán sem bókmenntarfræðing að sjónarhorn hans svolítið mikið utanfrá. Hann sér íslenska bókmenntir frá erlendum sjónarhóli og setur þær í stærra samhengi. Gamankvæði Stefáns Ólafssonar, þau vekja reyndar spurningum það að hve miklu leyti þau séu byggð á hversdagslegan raunveruleika og hvað sé listræn skopstæling eða bókmenntahefð, en það gjarnan skopast af fólki sem ekki getur hamið hvatir sínar og liggur beint við að tengja gamankvæði Stefáns einmitt við burlesk eða karnevalhefðina, eins og Stefán Einarsson benti á, en hann sagði einmitt Stefáni Ólafssyni var skemmt hann gat dregið skopmyndir af vinnuhjúum og nágrönnum sínum oft í vart prenthæfa ástandi. Stíll hans varð oft eins afkár og stíll Rabelais, fólk hans oft undið og snúið eins og á myndum sumra hollenskra meistara. Hérna sjáum við að Stefán tengir íslenska bókmenntir bæði við erlenda bókmenntir og við aðrar listgreinar í rauninni. Og það það sem að bókmenntasaga gengur dálítið mikið út á, það að tengja saman, finnst mér. Tengja hlutina saman, já. Ég sammála öllu sem aðalheiður sagði með það sem svo staðreyndir, en svo það maður líka að tengja saman. Og ég tek Magnús Ólafsson í Laufási sem dæmi það, hvernig hægt að tengja hluti saman. Það má spyrja hvaða máli skiptir hann í íslenskri bókmenntasögu. Hans mikilvægasta framlag án efa að hafa skrifað Snorra-Eddu upp í nýrri gerð sem hefur verið kölluð Laufás-Edda. Það raðaði hann kenningunum saman í stafrófsröð, þannig að efni yrði aðgengilegra og handhægara fyrir skáld. En hann var sjálfur skáld og fræðimaður. En ég skal fúslega játa að flest af því sem Magnús orti höfðar mjög lítið til nútíma fólks, þótt þessi áhugaverðu vitnisburður kveðskap fyrr á tímum. En það samt eitt kvæði sem mér alltaf fundist áhugavert og óvenjulegt og það heitir Kvennadans, sem ég held að fólk þekki almennt ekki mikið. En kvennadans að sögn skáldsins ort til varnar konum. Það óvíst hvaðan hugmyndin komin, en það mjög líklegt að kvæðið eigi sér erlenda fyrirmynd. En þarna í Kvennadansi sem 200 erindi fjallað fullt af konum, bæði úr mannkynssögunni og biblíunni, en íslenska konur koma ekki við sögu
að öðru leyti en því að höfundur nefnir í upphafi móður sína sem eigi heiðurinn af því að hafa komið honum í heiminn. Og þarna fannst mér í rauninni upplagt við myndatexta að segja svolítið af því að það er nefnilega saga sem ég veit ekki, ég reikna með þessi sann, en það er sagt að móðir Magnúsar hafi fundist með hann nýfæddan, látinn, sem hún hafa orðið úti á milli bæja. Hún hefur kannski verið ung ógift og bara hrakinn burt. Það kemur þarna embættismaður, ríkur embættismaður og finnur barni lifandi móður hennar dána og tekur barnið að sér og elur hann upp. Þannig að þá finnst mér líka þarna, maður verður að hafa þetta líka með. Já. En það er sem sagt ein af þeim konum sem að nefndar eru í kvæðinu er Elísabet I, Englandsdrottning. Og það segir þannig: orði lék á því Elísabet, Englands kongur væri sem bæri. Spænskir kendu hún kunni ráð, konglega sitt að verja láð, svo fregn af færi. Og þarna er vísað til þess að árið 1588 náði enski flotinn að sigra þann spænska með eftirminnilegum hætti. Og það sem er áhugavert hér er tengingin við England. En mér fannst líka tilvalið að nefna hér frægasta leikskáld allra tíma, William Shakespeare, sem var einmitt fæddur 23. apríl í dag. En hann lifði og starfaði á dögum Elísabetar og tengdist henni á ýmsan hátt. Hins vegar virðast Íslendingar ekki hafa vita neitt á honum á þessum tíma. Þeir kynntust honum löngu seinna. En mér er samt mikilvægt að minna lesendur á að þarna á þessum tíma er Shakespeare upp á sitt besta í nágrannalandi okkar, Englandi. En þótt verið sé að skrifa íslenska bókmenntasögu þá er óhjákvæmilegt annað en að nefna líka þýðingar. Að þegar þýðingar skipta máli, þær hafa áhrif og móta bæði lesendur og innlend skáld og höfunda. Stundum kemur í ljós að texti sem allir héldu að væri frumsaminn var eða er í raun þýðing. Það á til dæmis við gamla þýðingu á frægum sálmi eftir norska sálmaskáldi Petter Dass. Það er sálmur sem heitir á norsku Herregud, ditt dyre navn og eri og er í miklum metum hafður í Noregi. Ég komst að því sjálf að það er til gömul þýðing eftir Stefán Ólafsson í Vallanesi. En það héldu allir að þetta væri frumsaminn sálmur eftir Stefán. Önnur þýðing sem ég nefni er í Grallaranum 1694. Þar hafa flesti gert sér grein fyrir að þýðingar að ræða, en fáir eða kannski engir vita að hún er eftir fyrstu konuna sem vitað er að hafi ort sálm í lúterskum sið. Hún hét Elisabeth Kreuziger eða Kreuziger, því hvort maður hefur þetta á þýsku eða latínu. Hún var nunna af pólskum aðalsættum sem hreyfst af kenningum siðbótarinnar. Nafn hennar kemur ekki fram í sálmabókum frekar en nöfn margra annarra sálmahöfunda og af einhverjum ástæðum féll í gleymsku en hefur frekar nýlega verið dregið fram í dagsljósið. En þetta minnir okkur á þá staðreynd að sálmar voru bókmenntagrein sem gaf konum tilefni og tækifæri til að tjá sig í bundnu máli. Sálmur Elísabetar er 6 erindi. Hann var fyrst prentaður í sálmabók Lúthers 1524. Svo er hann þýddur á íslensku af Marteini Einarssyni og er í sálmakveri hans 1555. Svo er hann endurprentaður í sálmabókinni 1589 og líka í messusöngsbókinni Graduale sem Guðbrandur lét prenta 1594. En þar er sálmurinn við messu upphafið fyrsta sunnudagi aðventu í nýrri þýðingu. Sem hefst þannig: Jesús Guðsson, eingetinn eilífur Herra vor. Og það er stundum svolítið erfitt að greina á milli bókmenntasögu og menningarsögu. Það sem ég segi Guðmund Andrésson er svona gott dæmi um það. Guðmundur S. Andrésson, hann orti rímur, bæði og sálma. En í raun er það ekki bókmenntatextarnir sem eftir hann liggja sem er ástæða til að nefna í bókmenntasögun. Það sem er áhugaverðast og í raun svo áhugavert að verður að nefna það er ritið Discursus Oppositivus, þar sem hann gagnrýnir harðlega hina ströngu löggjöf sem kölluð var stóridómur. Guðmundur S. Andrésson var 4 ár í Hólaskóla og útskrifaðist það með góðum vitnisburði, en fátækt og heilsuleysi hamlaði því að hann gæti farið utan til háskólanáms. Hann átti líka við geðræn vandamál að stríða, hann eignaðist barn utan hjónabands. Það var kallað frillulífi og þurfti að greiða sekt fyrir samkvæmt stóradómi. Og afleiðingar þess að hljóta slíkan dóm voru meðal annars að nær útilokað var að viðkomandi fengi embætti.
Rit Guðmundar, Discursus Oppositivus, var að sjálfsögðu handskrifað og gekk manna á milli og það komst í hendur yfirvalda sem túlkuðu það sem hættulegt andúð. Þannig að Guðmundur var handtekinn og fluttur sem fangi til Kaupmannahafnar. Fangelsi var kallað Bláturn og var í hjarta borgarinnar, hluti af konungshöllinni Kristjánsborg. Þar var Guðmundur í haldi uns hann var náðaður af konungi fyrir tilstilli danska prófessorsins Ole Worm, sem var mikill áhugamaður um norræna fornfræði og vinur margra Íslendinga. En skáldsaga Þórarins Eldjárns, Brotahöfuð, er byggð á ævi Guðmundar Andréssonar. Og þess vegna fannst mér tilvalið að hafa mynd af kápuna bók Þórarins, en í myndatextan tókst mér svo að koma að sögunum það þegar Guðmundur hrapaði út gluggann á fangelsinu, sem skýrir í líka myndina á kápunni. Það er sem sagt saga um það að fanginn hafi verið að skoða gang himintungla, stjörnurnar sem sagt og verið að kíkja út gluggann og halla sér svo langt fram að hann hreinlega datt út gluggann og plompaði niður á þak sem var þarna fyrir neðan og kemur þar inn, kíkir inn glugga og sér þar eru fyrir nokkur af börnum konur og fóstru þeirra. Það verður uppi fótur og fit, en það er sagt að þetta atvik hafi orðið til þess að mál Guðmundar var tekið upp og það tókst að fá hann lausan. Þessi litla saga er auðvitað ekki bókmenntasögulega mikilvæg, en hún gæti kannski orðið til að gera efnið svolítið eftirminnilega. Nú við, höfundar þessara bókmenntasögu, við leyfðum okkur að draga fram ýmislegt sem ekki hefur þótt ástæðu til að nefna fram að þessu. Og af hverju hefur það ekki verið nefnt áður? Í sumum tilfellum bara af því að það þótti ekki nógu merkilegt. Og ég get nefnt sem dæmi kvæði sem er kannski eftir móður Stefáns Ólafssonar í Vallanesi, Kristínu. Og það er Erfiljóð eftir manninn hennar sem var eitt af helstu skáldum síns tíma, séra Ólaf Einarsson í Kirkjubæ. Bæði Ólafur Einarsson og Stefán Ólafsson voru merkskáld og það er útilokað að skrifa íslenska bókmenntasögu án þess að nefna þá. En í handritum er sem sagt varðveitt kvæði þar sem Kristín hefur orðið eða það er lagt henni í munn og upphafsstafir erindanna mynda nafn hennar sem Kristín Stefánsdóttir. Nú getur auðvitað vel verið að einhver hafa ort þetta fyrir hann. En mér finnst samt áhugavert að nefna þetta, skoða kvæði, hvað hún segir sjálfa sig, manninn sinn, hjónaband þeirra og líf, því hún gerir það sem sagt. Og leyfa lesandunum líka að sjá hvernig eitt af handritunum lítur út. Það er sem sagt til dæmis þetta handrit þar sem við sjáum að skrifarinn hefur tekið upphafsstaf hvers erindis og skrifað út á spássíu til þess að undirstrika. Það kemur þarna K-R-I-S-T og svo heldur þetta áfram. Þannig að einhverju meðvitaður að þetta er þarna, það er Kristín Stefánsdóttir, þetta er hennar kvæði. Ég get ekki fullvirt að hún hafa orta, en ég ákveð að leyfa henni að njóta vafans. Svo er það náttúrulega spurningin hvernig ég að kynna stóru bókmenntaverkin, eins og til dæmis Passíusálmana. Hvernig kynni maður svona verk í bókmenntasögu, verk sem tekur venjulega svo mikið pláss. En hérna hjá okkur fékk það í rauninni ekkert meira pláss en önnur verk í sjálfsögðu. En mér finnst mikilvægt að reyna að sjá stóra samhengið. Af hverju velur íslensku sóknarprestur sér þetta yrkisefni, hvað er sambærilegt í útlöndum, hvernig koma verkin á framfæri, hvað skýrir þessa miklu vinsældir og þetta langlífi. Ég ákvað að byrja umfjöllun á því að tengja sálmana við ljóð eftir Hannes Pétursson sem heitir Hallgrímur líkur Passíusálmum, þetta er mjög áhrifamikið ljóð, en þarna tengir Hannes saman Holtsveikina sem dró Hallgrím til dauða og ritun sálmana, en ég tel að vera staðreynd að Hallgrímur lauk við Passíusálmana árið 1659 þegar hann var á besta aldri, 45 ára við góða heilsu. Ég held sem sagt að það sé mikill misskilningur að hann hafi verið orðinn Holtsveikur þegar hann orti Passíusálmana. Það liðu nokkur ár þangað til hann fann fyrstu einkenni veikinnar, þannig að hann orti þá hvorki veikur né dauðvona. En ég vildi samt koma þessu að, svona aðeins til að minna fólk á þetta. Svo hef ég gjarnan viljað koma því að Passíusálmar eru mjög dæmigerð kveðskapagrein fyrir barokktímann. Það er óhætt að segja að ekkert yrkisefni hafi notið meiri virðingar þá og mörg erlend barokkskáld tóku sig fyrir hendur að yrkja þannig kvæði. Þekktustu Passíusálmarnir á dönsku eru eftir Tómas Kingo og Elías Eskildsen Nár. Og svo voru líka til Passíusálmar eftir önnur íslensk skáld. Hallgrímur er langt frá því að vera einangraður eða einn á báti með þetta yrkisefni.
Efnistökin, bragarhættirnir, lögin eiga sér líka stærra samhengi. En það var eiginlega ekki pláss fyrir þetta allt saman. Þannig ég reyndi í staðinn að gefa svolítið mynd af því hvað Passíusálmarnir fjalla um. Nú, ég gef hérna Steinunni Finnsdóttur, fyrstu nafngreindu konunni í íslenskri bókmenntasögu sem mikið liggur eftir á kveðskap, talsvert mikið pláss. Að sögn Jóns Ólafssonar Grunnavík ort hún himnurímur og rímur af Snækongi og mörg kvæði fleiri, þá voru einhver Vikivakakvæði og ferskeytlur. Önnur heimild segir að hún hafi verið í Skálholti í tíð Brynjólfs biskups og verið kát og skáldmætt, hún sennilega verið í eldhúsinu eða sem sagt aðstoðarstúlka í skólanum. En Bergljót Kristjánsdóttir hefur bent á að Steinunn hún endurnýjar í rauninni mannssöngshefð rímna þegar hún í mannsöng fyrstu hindlurrími helgar konum kveðskap sinn og segir köllum að hypja sér brott úr áheyrendahópnum ef þeir kunni ekki að meta það sem hún yrkir. En við ákváðum eins og fram hefur komið að velja okkur ártöl sem útgangspunkt og í síðasta kaflanum þá valdi ég ártalið 1742. Það er samt nærði að vera mikilvægt fyrir tónlistasöguna en bókmenntasöguna, en það ár skrifaði ungur maður, Guðmundur Högnason, sem var nýorðinn prestur í Kirkjubæ í Vestmannaeyjum, handrit sem hann kallar Hymnodia Sacra, sem þýðir einfaldlega helgur sálmasöngur. Þetta er sálmahandrit með nótum og það er líklegt að hann hafi með þessu vilja búa sig undir starfið og framtíðina, en handriti hefur að geyma 256 sálma, þar af 101 með nótum. Og það er mjög athyglisvert að stór hluti þessara sálmalaga er hvergi varðveittur annars staðar. Og núna er handriti ein merkasta heimild okkar tónlistarlíf á Íslandi á 18. öld, sem var alls ekki eins einhæft eða heimóttalegt og lengi var talið. En ég vildi aðeins reyna að tengja þetta við tónlistina annars staðar. Þetta sama ár, 1742, var hið fræga verk Messias eftir Händel frumflutt í Dyflinni en hafði verið samið árið áður. Og árið 1740 fæddist í Stokkhólmi Carl Michael Bellman, tónskáld, sem hafði gríðarmikil áhrif á tónlist og menningu á Norðurlöndum. Aðstæður til tónlistarflutnings voru auðvitað allt aðrar hér á landi og miklu fábrotnari, en samt sem áður bárust lög hingað eftir ýmsum leiðum. Og bæði trúarleg og veraldleg kvæði voru ætluð til söngs. Í Dómkirkjuskólanum í Skálholti og Hólum var söngur kenndur og allt land var sungið á kvöldvökunni í tengslu við húslesturinn. Og þannig hafa textar og lög verið samofin og hafa varðveist saman kynslóð eftir kynslóð. 1970 þá ferðuðust fræðimenn Ísland og leituðu uppi fólk sem kunni kvæði og sögur og tóku flutning þeirra upp á land. Og þessar upptökur eru nú aðgengilegar á vefnum ismus.is og það er mjög athyglisvert að í lok 20. aldar var enn til fólk sem kunni að syngja grýlukvæði og fleiri veraldleg kvæði Stefáns Ólafssonar og margir heilu sálmana og Passíusálm Hallgríms Péturssonar og auðvitað margt annað. Svo bara að lokum ætla ég að sýna ykkur hérna þessa opnu úr sálmabókinni 1589 sem ég valdi til að hafa sem myndskreitingu eða sem valdi þessa mynd í bókina. Og ég er svolítið ánægð með það því mér finnst hún sýna mjög margt og tengja margt saman. Veit ég hvort að allir munu, en allavega á vinstri síðu þá sjáum við að þar stendur bókin segir. Og þar ávarpar sálmabókin lesandann í rauninni í bundnu máli og segir, ef þú hefur áhuga að lofa Guð þá er ég hérna með fullt af skemmtilegum sálmum sem þú ættir að lesa og læra og syngja við tækifæri. Og svo hérna á hægri síðu er sálmurinn Veni Redemptor í íslenskri þýðingu og með nótum. En þetta er í rauninni sálmur eftir Ambrósius biskup í Mílanó frá 4. öld. Svo kemur Lúther og þýðir hann á þýsku. Svo kemur Marteinn Einarsson, þýðir hann á íslensku og svo kemur endurbætt þýðing í sálmabók Guðbrands. En nú á dögum þekkja margir þennan sálm í endurbættri gerð. Þetta er sálmurinn og kemur heimsins hjálparáð og þar hefur Sigurbjörn Einarsson biskup endurkveðið 1. og 3. erindi. Þetta er sem sagt fornkirkjulegur sálmur en sem er í rauninni mjög mörgum lesendum ábyggilega kunnur þekkja frá því að fara í jólamessu. Ég var í rauninni er þetta þannig að ég hef lokið máli mínu en alltaf svolítið gaman að hafa svona, á ég að prófa hvort ég get, hvort eitthvað gerist. Við íta þetta.
Það búið að segja bara því þekki náttúrulega hennar saman, það reikna ég mig, vona ég, en hann hljómar svona. Heyrst ekki neitt. Ég var bara að fyrir 56, já, hann, já. Nei, fyrir ekki. Það ég sem ýta henni fyrir ekki. Ok, það bara að segja henni. Þá þakka ég bara fyrir mig. Takk kærlega fyrir Margrét. Það er dásamlegt að fá svona fallega inngöngutónlist í kaffipásuna. Það á að vera heitt á könnunni og bæði te og kaffi og vatn. Gjörðu þið svo vel. Við ætlum að taka þessa pásu núna hérna í miðri dagskráni, kannski meira til að bara fá okkur kaffi og aðeins að te úr okkur. Og svo eftir síðustu 2 erindin þá höfum við góðar umræður hérna og við getum borið upp allar þær spurningar sem að brenna ykkur í brjósti. Fyrir þau sem í streyminu þá hvet ég ykkur til að fá okkur eitthvað gott í gogginn líka og við byrjum aftur eftir svona 20 mínútur. 5 mínútur yfir hálf. Nei, ok, þetta ekki. Þetta sko þannig að ef maður vil læstu glæri þá kemst það varmönd og takk fyrir mig. Þetta aldrei gott. Þetta gert það án þess að
Jæja, þá ætlum við að fara að hefjast aftur handa. Það er fólki að grípa síðustu áfyllinguna á kaffi eða te eða eina kleinu í viðbót. Margir búnir að mæra kleinurnar, bara svo að allir fá að heyra það, þá eru þær frá vinum okkar hérna á Kaffi Hamri. Það eru alltaf jafn góðar. Þá held ég okkur sé kannski bara ekkert að vanbúnaði að kynna í pontu næsta fyrirlesara sem er Jón Ingvi Jóhannsson, lektor á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Það er ekki rétt með farið hjá mér. Gott að fara ekki illa með þetta. En Jón Ingvi ætlar að færa sig aðeins fram í tímann og nú fáum við að heyra meðal annars alþjóðlegar bókmenntir frá Íslandi. Heldur bara áfram þá ættu glærurnar að koma hér. Já, komið þið sæl og ég vil byrja því að þakka fyrir að fá að koma hingað. Bið ykkur afsökunar á því að það verður svolítið stórt stökk frá sálmabók Guðbrands til 20. aldar núna. Þessi Ingvi, kollegi okkar, gat ekki verið með okkur í dag, en ég ætla nú ekki að eyða miklu púðri í að tala það bil sem á milli okkar Margrétar. En það ánægilegt að fá að standa hérna á bernskuslóðum Stefáns Einarssonar og velta þessum öngum yfir bókmenntasögum. Ég sjálfur svona bil eins langt og ég get verið frá mínum bernskuslóðum án þess að fara af landi brott. Ég samt alinn upp á Ísafirði og þar kynntist ég raunar bókmenntasögu Stefáns fremur snemma, sem þessari hér, íslensku gerðinni sem kom út 1961. Ég hef líklega verið í menntaskóla þegar að stjúpa mínum heitnum varð ljóst að líklega yrði ég ekki atvinnumaður í íþróttum eins og synir hans. Og hann var sjálfur einhver fjölhæfasti og besti íþróttamaður sem Ísafjörður hefur alið, ólympíufari á skíðum og Íslandsmeistari í fleiri en einni grein. Hann var hins vegar alinn upp af fóstra sínum, Kristjáni Jónsson á Garðstöðum, sem var mjög lítill íþróttamaður en mikill bókasafnari. Þannig að ég lét alltaf svo að hann sé einhver svona ská afi minn. Og ég eignaðist bækur úr hans safni, meðal annars á þessum tíma bæði íslenska bókmenntasögu Stefáns Einarssonar og íslenskar nútímabókmenntir 1918 til 1948 eftir Kristinn Andrésson. Og ég hef eiginlega ekkert losnað undan áhrifavaldi þessara bóka síðan. Mér langar að byrja aðeins að tala þessa bók Stefáns eins og snýr við mínu tímabili, sem sagt fyrri hluti 20. aldar. Og bók Stefáns algjört brautryðjendaverk á sviði bókmennta síðari aldar. Það hefðu áður komið út bókmenntasögur sem að fjölluðu íslenskar miðaldabókmenntir eða fornbókmenntir eins og Aðalheiður rakti hérna áðan. En umfjöllun Stefáns 19. og 20. öld átti sér fáar ef nokkrar fyrirmyndir. Bók Kristins sem að þið sjáuð hér auðvitað svolítið öðru marki brennt, hún svo pólitísk. Og bókmenntasaga Stefáns líka einstök í sinni röð meðal íslenskra bókmenntasaga enn þann dag í dag, vegna þess að hún eina dæmið menntasögu sem að nær frá upphafi Íslands byggðar til samtíma síns og skrifuð af einum höfund. Þið munið sjá það þegar þið lesið og þið sem eru ekki búin að lesa bæði bindin, að auðvitað áherslur okkar höfundana 6 ólíkar. Og svo heldur saga Stefáns líka gildi í sínu ákveðnu leyti, þróað sér til aðrar og nútímalegri bókmenntasögur, ekki síst vegna vinnubragða Stefáns sem eru svolítið óvenjulegum. Mér langar að víkja aðeins að þeim í upphafi áður en ég fer að tala svo mitt eigið framlag til bókmenntasögunar. Stefán var líklega fyrsti íslenski fræðimaðurinn ásamt á Kristni sem var réðst í það verkefni að skrifa bókmenntasögu samtíma sinn, lifandi höfunda, aðallega karlareyndar. Þetta var fólk sem var ennþá í fullu fjöri þegar bókin kemur út. Og hann gerði það sem að okkur sem nútímafræðimönnum finnst vera alveg bannað, en líka svolítið öfundsvert. Hann einfaldlega bað höfundanum að skrifa sér. Og þeir skrifu honum bréf, gáfu upplýsingar æviatriði, helstu verk og fleira í þeim dúr. Og afleiðingin sú að það til skjalasafn af svörum íslenska höfunda til Stefáns. Og þetta skjalasafn í raun og veru sjálfstæð íslensk bókmenntasaga sem bíður rannsóknar. Við veit að Ásta Kristín ætlar að tala aðeins þetta á eftir. En önnur afleiðing af þessari aðferð Stefáns þetta sú að hann fjallar miklu fleiri höfunda heldur en hefur verið gert í þeim bókmenntasögum sem komið hafa út síðan.
Þannig að því leyti heldur hans bók gildi sínu ennþá, sumt hafði hann síðasta orðið. Það fjallað höfunda í bókmenntasögu Stefáns sem ég ætla að fullyrða að verði ekki fjallað í síðari bókmenntasögu. En Stefán bjó náttúrulega við þann lúxus að vera fyrstur. Hann þurfti ekki kannski að takmarka sig á sama hátt og við sem höfum gengið í spor hans. Við þurfti að spyrja okkur fleiri spurningar það hvernig við skrifum bókmenntasögu, hvaða stefnu við tökum, hvaða sjónarhorn við veljum. Ég ekkert viss að Stefán hafi endilega þurft að spyrja sjálfan sig hvað íslensk bókmenntasaga? Hvað íslenskt, hvað eru bókmenntir, hvað saga? En við byrjuðum á að gera þetta og við langar að rifja upp, ég lendi í smá rifrildi, svolítið skemmtilegu, við mjög kassalaga sænskan bókmenntafræðing fyrir nokkur mánuð síðan í Kaupmannahöfn. Og hann hét Ester Nyström og hann var að halda fyrirlestur norrænar bókmenntasögur og benti á það sem honum þótti vera alveg herfilegt misræmi. Og þess að höfundar afmörkuðu ekki hugtakið norrænar bókmenntir á sama hátt í öllum þessum bókmenntasögum. Hann sagði stundum láta höfundar landamæri norrænu ríkjanna afmarka bókmenntirnar, stundum tungumálið sem verkin eru skrifuð á, stundum ríkisborgararétt eða uppruna höfundana. Og þetta þóttum alveg ótækt. Það hlyti að vera hægt að finna eina uppskrift af því hvernig maður skilgreindi norrænar bókmenntir. Og það þýðir þá að ef við látum tungumáli ráða, að þá ekki hægt að fjalla verk sem eru skrifuð á öðrum tungumálum en íslensku í okkar tilfelli. Ef það eru landamærin, þá getum við ekki fjallað bókmyndir sem eru skrifaðar erlendis og ef það er þjóðernið, þá getum við ekki fjallað verk eftir höfunda sem eru öðrum þjóðernum en íslensku. Og ég hjartanlega ósammála þessu. Við getum ekki afmarkað norrænar eða íslenskar bókmyndir á þennan hátt. Og svo ég tæki bara dæmi sem eru frá mínu tímabili. Ef við miðum við bókmenntir sem eru eingöngu skrifaðar á íslensku, þá verðum við að útiloka næstum því allt höfundarverk Gunnars Gunnarssonar og allt sem Nonni skrifaði. Þá það ekki lengur hluti af íslenskri bókmenntasögu. Ef við miðum við landamæri Íslands, þá það sama við og við getum líka þá bætt við verkum vesturíslenskra höfunda eins og Jóhanns Magnúsar Bjarnasonar, Guttorms Guttormssonar og fleiri. Við kemumst kannski lengst með það að láta uppruna höfundana ráða, en þá verðum við að klippa bæði framan og aftan af bókmenntasögu. Því eddukvæðin eru sannarlega ekki skrifuð eða ort af höfundum sem eru íslenskir uppruna og það sama við margt af því sem kannski mest spennandi sem að gerast í íslenskum bókmenntum þessa dagana, bókmenntir eftir höfunda sem eru af erlendu bergi brotnir og hafa flust til Íslands, tileinkað íslenskt mál og íslenskar bókmenntir. Þannig að eina leiðin sem ég sé til þess að komast hjá þessum vanda að líta á bókmenntirnar sem bókmenntavettvang, sem kerfi, þar sem að textar og höfundar geta tilheyrt á ólíkum forsendum og að verk sem eru skrifuð á erlendum málum sem koma út erlendis eigi þegnrétt í íslenskri bókmenntasögu ef að íslenskir lesendur og þau sem fjalla bókmenntir lesa þessi verk inn í slíkt samhengi. Það eina kríterían sem ég get samþykkt. Og við verðum líka að geta litið svo á að textar og heilu höfundarverkin tilheyri fleiri en einu bókmenntakerfi, fleiri en einni bókmenntasögu. Eddukvæðin eru hluti af bókmenntasögu Norðurlanda og allsins germanska málsvæðis og dæmis í tekið. En það á líka við margt í sögu nútímabókmennta og samtímabókmennta. Gunnar Gunnarsson er hluti af danskri bókmenntasögu þó að Danir viti ekki alveg. Það er annar mál. En eins og hefur komið fram hjá meðhöfundunum, þá var okkur svolítið þröngur stakkur skorinn við ritum þessara bókmenntasögu. Og það þess vegna sérstaklega mikilvægt finnst mér að hugsa sjónarhorn og hverju við veljum að veita athygli. Og þegar ég hófst handa við að skrifa minn hluta, að þá fannst mér mjög mikilvægt að leggja áherslu á þetta. Að það ekki hægt að afmarka íslenskar bókmenntir í eitt skipti fyrir öll frá bókmenntum annarra þjóða. Og þess vegna heitir minn hluti alþjóðlegar bókmenntir. Maður ætla að byrja á fyrsta kaflanum mínum. Hann heitir Frá Freiburg til Winnipeg og þess vegna byrjar hann á Ísafirði árið 1905. Það að segja, hann hefst á tilvitnun í grein eftir Kristján Jónsson, ritstjóra blaðsins Vestra.
Og nú væri mjög freistandi að ljúga aðeins að ykkur og segja að þetta væri skáafi minn Kristján Jónsson frá Garðstöðum. Hann tók við ritstjórn vestra 10 árum síðar. Þannig að þetta alnafni hans. En Kristján þessi Jónsson, hann sem sagt að finna að því að íslenskir höfundar séu farnir að skrifa skáldrit á dönsku. Hann að segja frá því að Jóhann Sigurjónsson hafi gefið út leikritið Dr. Rúm. Og með því að velja þetta sem upphafspunkt 1905, þegar að fyrsta skáldverki eftir Íslendinga á dönsku kemur út, þá finnst mér ýmislegt finnast. Af því að þá geti fjallað það að í upphafi 20. aldar þá íslenskur bókmenntavettvangur að mótast og þessi íslenski bókmenntavettvangur á sér 3 höfuðborgir. Winnipeg, Reykjavík, Kaupmannahöfn. Og hann ekki bundinn við höfuðborgina. Þetta mikilvægt að við erum stödd hér utan höfuðborgar. Maður verður að rækta þessi sveitamannin, eins og Indriði G. Þorsteinsson sagði. Það líka á þessum tíma mjög mikið gefið út af bókum og blöðum annars staðar en í Reykjavík. Á Akureyri, Seyðisfirði, Ísafirði og víðar, það eru prentuð blöð, prentaðar bækur. Og þar þrífst býsna blómlegt bókmenntalíf. Það birtast frumort ljóð, ljóðaþýðingar, ritdómar, smásögur, skáldsögur og neðanmálssögur í þessum blöðum sem eru gefin út víða landið. Og það til dæmis hægt að finna ritdóma eins og þann sem að Kristján Jónsson skrifar Jóhann Sigurjónsson. Þannig að við erum komið með Jóhann Sigurjónsson í Kaupmannahöfn, við erum með Kristján Jónsson á Ísafirði, við erum með menningarelítuna í Reykjavík og ef við förum til Winnipeg árið 1905, þá var svo skemmtileg söguleg tilviljun að þetta sama ár þá kemur út í Winnipeg fyrra bindi. Já, nei. Mikið músík. Já. Svona. Já, ég held þetta sé spjallið á Zoom. Er það ekki? Þetta ekki frá mér allavega. Nei. Já, þetta gerist á mjög dramatískum staði í fyrirlesturinn. Ég held að einhver annar búinn að taka stjórnina á. Ég ætla að fá að staldra við hérna. Þetta mjög dularfullt, það ekkert komið inn á spjallinu. Hvað gengur á því? Eigum við að prófa að... Ég réttum stað. Á réttum stað? Það ætla ekki að gera tíka. Okay. Það sem ég vildi segja að þetta ár, 1905, sama árið og Dr. Rúm, fyrsta skáldverk á dönsku eftir Íslending kemur út í Kaupmannahöfn, að þá kemur fyrra bindið af Brasilíuförunum eftir Jóhann Magnús Bjarnason út í Winnipeg. Skáldsaga skrifuð á íslensku, frumútgefin í Kanada og hún fjallar Íslendinga í Brasilíu. Þá erum hann að teka frá Freiburg og vestur og suður til Brasilíu. Það íslenskur bókmenntavettvangur í upphafi 2000 aldar. Og mér finnst mikilvægt að leggja áherslu á þetta. Íslendingar skrifuðu líka á norsku á næstu árum. Bæði Kristmann Guðmundsson og Snorri Hjartarson. Og áratugirnir sem fóru í hönd einkennast af því að íslenskar bókmenntir í mjög fjölbreyttum tengslum við bókmenntir annarra landa. Ef við vildum tala svo stjórnmálamenn, þá getum við sagt að það séu tvíhliða tengslum. Það ekki bara spurning það eins og að íslensk skáld verði fyrir áhrifum að utan. Heldur íslenski rithöfundar líka að hafa áhrif á bókmenntir annarra landa á þessu tímabili. Og mér finnst mikilvægt líka að fjalla þetta í samhengi í bókmenntasögunni. Ekki í sérköflum eins og hefur verið gert í eldri bókmenntasöguritum. Stefán fjallar til dæmis vestur-íslenskar bókmenntir sérstaklega. Það líka gert í íslenskri bókmenntasögu í 5 bindum frá 1992 til 2006. Það líka gert í ensku bókmenntasögunni History of Icelandic Literature sem kom út 2006. En við vildum frekar samþætta þetta. Nú, þá langum við að staldra við næsta ártal sem ég valdi mér, sem árið 1919. Og fyrir því nokkrar ástæður. Og fyrst og fremst ástæðan svo að 1919 ekki 1918. Mjög mikilvægt. Og þetta augljós sannindi, en þau eru mikilvæg vegna þess að það til íslenskar bókmenntasögur, það sem látið að því liggja beint eða óbeint, að á Íslandi, já, gerði ég ekki neitt, en þetta rétt.
Það semst til íslenskar bókmenntasögur þar sem látið að því liggja beint eða beint að 20. öldin hefjist árið 1918. En vandinn sá að þetta mjög skemmtilegt. Nú á glærusýningunni og reyna að opna hana aftur. Þetta sögudólkunni heitir gervigreind. Það ekki útilokað. Áherslu á gervi. Nei. Það tilbaka þannig. Erum við prófað þetta? Já. Getur verið að það hafi eitthvað rekst í þetta. Já, þá skulum sem sagt 1919 ekki 1918. Það sem sagt það sem ég var að segja. Það eru til bókmenntasögur þar sem að 20. öldin látin byrja 1918. En það eru engin bókmenntasöguleg rök fyrir þeirri tímabiliskiptingu. Það gerist mjög fátt í íslenskum bókmenntum árið 1918, eiginlega ekki neitt. Og það vegna þess að árið undirlagt af frostavetri, spænsku veikinni og lokum fyrir heimsstyrjaldar og Kötlugosi. Og ég hef stundum sagt, hálfpartinn í gríni en líka aðeins í alvöru, að merkasti atburður íslenskrar bókmenntasögu árið 1918 hafi verið sá að Sigurður Nordal var prófessor í íslenskum bókmenntum við Háskóla Íslands og ríkti þar næstu áratugi. Hins vegar þá kom Fornar ástir, merkasta framlag Sigurðar kannski til fagurbókmennta, ekki út fyrir árið 1919, árið seinna. Þá komu líka Barn náttúrunnar eftir Halldór Laxness, sem líka afmælisdagsins eins og Shakespeare, og Svarta fjaðrir eftir Davíð Stefánsson. Þannig að 1919 miklu merkilegra ár í íslensku bókmenntasögu. En ástæða þess að 20. öldin hefur verið látin hefjast 1918 auðvitað svo að í eldri bókmenntasögum þá stjórnmálasögunni einfaldlega varpað beint yfir á bókmenntasöguna gagnrýnislaust eða gagnrýnilítið. Og við getum ekki leyft okkur það. Jafnvel ekki þó að fólk gerir þetta líka í útlöndum. Þekkt verk Erik Hobsbawm til dæmis hina löngu 19. öld frá frönsku byltingunni til upphafs fyrri heimsstyrjaldar og hina stuttu 20. öld frá 1914 til 1989 getur verið einhvers konar rök í málinu, en við þurfum ekkert að segja íslenska bókmenntasögu eins og stjórnmálasögu fyrir því, myndi ég að segja. Þannig að eitt af því sem ég veist mikilvægt við minn kafla hér að mér tekst að hafa heilan kafla fyrir 1918. Þessi 50 hluti 20. aldar sem hefur oft lent með 19. öld í eldri bókmenntasögum. Og það hefur líka þann kost að það heill kafli fyrir Halldór Laxness, sem ég held að sé líka gott. Fyrirferð Halldórs á vettvangi íslenskra bókmennta vandi sem að blasir alltaf við ef maður ætlar að skrifa bókmenntasögu 20. öld. Það verður ekkert frá því undan því vikist, hann mun alltaf taka miklu meira pláss heldur en nokkur annar. Og það eru ástæður fyrir því. En mér fannst líka nauðsynlegt að velta þess aðeins fyrir mér uppátt með lesendum. Og ég geri það í kafla sem að hefst árið 1929 og heitir Nýja stefna. Þið kannski, ef þið munið ykkar Halldór mjög vel, þá munið það kom engin skáldsaga eftir Halldór 1929. Salkavalka kom 1930 og 31. Hins vegar kom Alþýðubókin út 1929 og sama ár kom Svartfugl eftir Gunnar Gunnarsson út og var valin skáldsaga ársins í Danmörku, kom út á dönsku 1929. Þannig að þarna fannst mér að fá tækifæri til þess að velta því fyrir mér aftur með lesandanum hvernig Halldór rís til áhrifa, eins og það heitir í kaflanum, og til að fjalla hugtakið kanónu eða bókmenntaúrval, hvaða bækur, hvaða höfundar það eru sem verða þessi kjarni í bókmenntasögunni og hvers vegna. Það þess vegna 1929 en ekki til dæmis 1930. Nú, ég er búin að tala ártöl og mér finnast mjög mikilvægi bókmenntasögu, ekki vegna þess að nemendur eigi að læra þau utanbókar og geta romsað þeim upp úr sér á prófi, eða Gettu betur, 1/3 ritstjórnarinnar á baki ferli Gettu betur, en það er ekki þess vegna sem að okkur finnast ártöl vera mikilvæg, heldur vegna þess að þau gefa okkur stað til að standa á. Þau gefa okkur tækifæri til að velta vöngum yfir því hvernig við segjum og hvernig við skrifum bókmenntasögu. Og það sama á við hugtök strauma og stefnu. Sérstaklega hugtök sem verða til eftir á. Það sé ekki hugtök
sem verða til eins og fútúrismin sem verður til með stefnuyfirlýsingu fútúrista. Þetta er hugtak svo nýrómantík sem verður til eftir á þegar fræðimenn fara að greina og flokka bókmenntasögur. Þau geta verið gagnleg til að veita okkur yfirsýn, til að tengja bókmenntasögu okkar við aðra bókmenntasögur og svo framvegis. En ég hef rekið mig á það þegar að nemendur koma úr framhaldsskólum að þá hafa þau oft lært þessi hugtök eins og kassa sem þau geta síðan flokkað texta í og það er rétt eða rangt hvernig þau flokka textana. Og þetta er ekki gagnleg nálgun að bókmenntasögu. Ég er sannfærður hún laðar ekki nemendur að henni. Hún hvetur þá ekki til þess að hugsa sjálfstætt bókmenntasögu sem ég held að sé hægt og sé nauðsynlegt. Og þess vegna þá legg ég aðeins lykkju og leið mína í þessum köflum, síðustu köflunum mínum, til þess að velta þessum hugtökum fyrir mér, skyggnast á bak við þau og líka til að benda á til dæmis að hugtak eins og atómskáld á sér ekki eða mjög takmörkuðu leyti hliðstæður í bókmenntasögum annarra landa. Og þess vegna getum við ekkert látið eins og þetta séu óumbreytanlegar kvíar eða kassar og við getum ekki talað bókmenntasögu án þeirra. Þess vegna eyði ég svolítið fúðri í þetta og að velta því fyrir með lesendum. Hvernig verður hugtakið atómskáld til? Hvað þýðir það í raun og veru? Hvernig tengist það hinu alþjóðlega hugtaki módernismi til dæmis? Nú, þetta sem ég er búin að vera að tæpa á hérna, efasemdir ártal, tímabil, hugtök. Ég held að þetta sé eina ástæðan fyrir því að mér finnst vera þörf fyrir nýja bókmenntasögu. Við lögðum upp með það veganesti að skrifa fyrir lesanda sem er fæddur árið 2000. Ég vona að það hafi tekist, en ég vona líka að okkur takist að fá þessa nýju aldamótakynslóð til þess að velta aðeins vöngum með okkur yfir bókmenntasögunni. Ígrundana eins og við segjum menntavistasviði. Ígrunda og efast hana. Og þá held ég að sé til nokkuð sumir. Takk. Kærar þakkir og ég vona að við séum búin að kveða drögin niður í bili. Þá er komið að því að bjóða í pontu síðasta fyrirlesara dagsins, Ástu Kristínu Benediktsdóttur, lektor í íslenskum samtímabókmenntum við Háskóla Íslands. Og hún ætlar að fjalla hið vonlausa, eða kannski ekki svo vonlausa verkefni, bókmenntasögu samtímans. Takk fyrir. Ég ætla að leiðrétta Jón Ingva, helmingur að ritstjórn var Gettu betur-liði síns skóla á sínum tíma. Ég satt 2 ár í röð í Gettu betur-liði framhaldsskólans á Laugum. Við unnum aldrei neitt. Í fyrra ári fengum við held ég 3 stig og seinna ári 7 stig. Þess vegna held ég sé betri að skrifa bókmenntasögu heldur en að keppi Gettu betur. Ég vona það allavega. Já, ég sem sagt kem að þessu verkefni sem yngsti og reynslu minnsti þátttakandinn í ritstjórn og fylltist þess vegna miklu, vonleysi kannski. Yfirþyrmd dálítið þegar ég byrjaði á þessu verkefni og vissi ekki alveg hvort mér væri treystandi til þess að vinna það. Svo rifjaðist upp fyrir mér, kannski reyndar ekki fyrir ég fór að vinna þetta erindi að ég hef skrifað áður bókmenntasögu. Og ég ætla að segja ykkur aðeins frá því, en til að byrja erindið á svona smá forleik, frásögn sem að gæti borið heitið Mín eigin bókmenntasaga. Og hún hljóðar svo. Í lok apríl 2005 var ég að ljúka fyrsta ári í BA-námi í íslensku við Háskóla Íslands. Eitt af námskeiðunum sem ég sat þetta vormisseri var íslensk bókmenntasaga, en þá var öll íslensk bókmenntasaga frá upphafi til okkar daga kennd í einu 10 eininga námskeiði. Svona svolítið eins og Stefán Einarsson bara. Það var þess að öllu þjappað saman í eitt. Það var engin sérstök kennslubók til, en við lásum kafla úr þeim útgefnu bókmenntasögum sem til voru. Einna helst glugguðum við í fyrstu 3 bindin af íslenskir bókmenntasögum Máls og menningar, sem það voru komin út, og svo auðvitað íslenska bókmenntasögu Stefáns Einarssonar. Síðustu 2 bindin af Máls og menningar bókmenntasögunni voru hins vegar ekki enn komin út og við höfðum því ekkert heildstætt lesefni 20. öldina. Við vorum samt orðin dálítið lesþreytt þarna í lok námskeiðsins því að við höfum lesið og blaðið í gegnum mjög mikið magn af bókmenntatextum en reitt okkur þá einna helst á fyrirlestra kennarans sem var Viðar Hreinsson sem setti þetta allt saman í sögulegt samhengi fyrir okkur.
Hann taldi sig hafa lokið verkefni sínu þegar þarna var komið sögu vorið og lagði fyrir okkur lokapróf sem við unnum heima. Og fyrirmælin voru eftirfarandi. Ágæti nemandi, nú hef ég sagt þér allt sem ég gat mína gerð íslenska bókmenntasögu á 13 vikum. Nú hefur þú rúma 2 sólarhringa til að segja mér það sem þú veist í 3000 orðum. Ritaði þína eigin gerð af íslenska bókmenntasögu. Þetta gerði ég og þess vegna hef ég skrifað bókmenntasögu áður. Ég var bara búin að gleyma því. Fyrsta bókmenntasagan sem ég skrifaði var sem sagt alls ekki síðasti hlutin í þessari nýútkomnu bók okkar, eins og við myndi, heldur þessi 9 blaðsíðna og nákvæmlega 3000 orða langi texti sem ég skrifaði á Borgarbókasafninu í Gerðubergi í lok apríl 2005 á samt vinkonum mínum. Og af hverju er ég að segja ykkur frá þessu? Ég segi frá þessu til þess að undirstrika, til að gera grein fyrir stöðu minni reyndar gagnvart þessari bók hér, þessari nýútkomnu bók. Og þeim köflum sem ég skrifa og líka til að undirstrika tvennt. Annars vegar að bókmenntasaga er alltaf okkar eigin bókmenntasaga. Sú saga sem að höfundurinn, sama hvort að hún er rúmlega 20 BNM eða tæplega 40 nýráðinn lektor, kýs að segja eða segja ekki á þeirri stund sem hún situr við skriftir. Hins vegar minnir þetta dæmi mig á að bókmenntasaga er sjaldan sérstaklega frumleg. Heldur einmitt endurblöndun annarra bókmenntasagna og bókmenntaumfjöllunar sem höfundurinn hefur komist í kynni við. 3000 orða bókmenntasagan var þannig fyrst og fremst endursögn mín á því sem að Viðar hafði þulið yfir okkur, nemendum sínum, vikurnar á undan. Það eina sem ég lagði í raun til málanna var að velja helstu atriðin úr glósunum, tengja saman A og B og búa til einhvers konar röklega texta samfellu. Og mér langar að halda því fram að ritun síðustu 5 kaflana í þessari nýju bókmenntasögu hafi verið sams konar ferli í rauninni á miklu leyti. Nema nú skrifaði ég 33.000 orð en ekki 3.000 og ég skrifaði 6 áratugi í stað 1000 ára, sem var talsvert mikill munur og ég fekk líka talsvert lengri tíma heldur en 2 sólarhringa. Að öðru leyti var ferlið eiginlega nákvæmlega eins. Glósa, velja, tengja saman A og B, mynda röklega textasamfellu. Og ég hafði eiginlega mest gaman af þessu með að tengja saman atriði, eins og Margrét nefndi hérna áðan. Það mér finnst mér mikilvægt og skemmtileg áskorun að reyna að í staðan fyrir að þylja upp staðreyndir eða telja upp höfunda eða flokka, þá fannst mér skemmtilegast áskorun í þessu ferli að reyna að búa til skemmtilegar og áhugaverðar tengingar á milli texta, bókmennta, sögulega samhengisins og svo framvegis. Eitthvað sem myndi mögulega geta vakið athygli lesandans. En það var náttúrulega talsverður munur á þessum 2 bókmenntasögum sem ég nefndi hérna áðan. Kannski helst sá að í millitíðinni frá árinu 2005 til 2021 hafði ég elst og þroskast talsvert sem bókmenntafræðingur, lesið og lært mikið og glósurnar voru því auðvitað umfangsmeiri og punktarnir fleiri. Ég hafði líka fleiri útgefnar bókmenntasögur að miða við, sérstaklega þessar sem eru hér á skjánum. En árið 2006 komu út 2 eða reyndar 3 bókmenntasöguleg stórvirki, annars vegar 4. og 5. bindi íslenska bókmenntasögu Máls og menningar, ritstýrt af Guðmundi Andra Thorsinni og hins vegar enska bókmenntasagan A History of Icelandic Literature í ritstjórn Daisy Nyman. Og í þessum verkum var tekin saman í fyrsta sinn bókmenntasaga síðara hluta 20. aldar, svona í heild, og eðli málsins samkvæmt urðu þessi verk grundvallarrit í minni vinnu. Síðan í síðustu köflunum þurfti ég náttúrulega að takast á við áskorun sem var dálítið öðruvísi heldur en svona þessi endursögn á því sem aðrir hafa sagt og það er náttúrulega bókmenntasaga samtímans sem hafði ekki verið skrifuð og ég ætla að víkja því hérna á eftir. En svo er náttúrulega síðast ekki sísta stóri munurinn á þessum bókmenntasögum sem hér að nefna hér sem ég hef skrifað sjálf, auðvitað að staða mín nú og þá er náttúrulega allt önnur og eðli verksins sem nýja bókmenntasagan skiptir hér náttúrulega mjög miklu máli. Eins og Aðalheiður nefndi áðan er mikilvægt þegar er að ræða útgefin rit sem ætluð til kennslu að gera sér grein fyrir því að höfundurinn hefur vald og ber ábyrgð á efninu og ber ábyrgð á því vali og þeirri framsetningu sem þar er. Og þetta val og þessi ábyrgð getur verið dálítið yfirþyrmandi en ég get líka sagt frá því að það er búið að vera mjög skemmtilegt að kenna þessa glænýju bók
með einmitt rúmlega 20 fólki og reynda líka eldri nemendum og svona, já, þau þora náttúrulega ekki að segja með neitt annað en þau hafa verið mjög ánægð. Og það hafa skapast mjög skemmtilegar einmitt umræður mjög margt. Ég kennast bæði kaflana Sjónsöngva og mína eigin. Komst að því mér til skelfingar að það miklu erfiðar að kenna sína eigin texta heldur en texta annarra. Þannig að það var miklu skemmtilegra hjá okkur þegar ég var að kenna kaflana Sjónsöngva. Svo þegar ég kom á mitt tímabil þá uppgötvaði að mér fannst ég vera búin að segja allt og ég þyrfti ekki að segja þeim neitt. Þannig að ég stóð eins og illa gerður hlutur og vissi ekki alveg hvað þetta gera. En það fór nú allt vel, vona ég. En síðustu áratugi hafa verið stundað mjög blómlegar rannsóknir á ýmsum kimum bókmenntasviðsins sem áður þóttu ekki merkilegir og jafnvel hreinlega ómerkilegir, vondir eða skaðlegir lesendum og íslensku þjóðinni jafnvel. Slíkar jaðarbókmenntir hafa verið rannsakaðar og nýjum aðferðum og kenningum hefur verið beitt, rótgrónar flokkanir og markalínur teknar til endurskoðunar af postmódernískum sið, kröfur að bókmenntir eigi að hafa mannbætandi áhrif og efla siðferði þjóðarinnar hafa slaknað. Og bækur ekki eins eindregið dæmdar eftir pólitískum línum nú og áður. Það sem sagt ekki hægt að skrifa bókmenntasögu í dag af þess að taka tillit til þessara hræringa, eins og þau hafa bent á sem hafa talað hér undan mér. Það allt öðruvísi að skrifa bókmenntasögu í dag heldur en árið 1960 eða á 7. áratugnum, þegar Stefán Einarsson satt við skriftir. Þetta tóku við höfundar íslenska bókmenntasögu samhengis þá ákvörðun snemma í ferlinu að leyfa nýlegum rannsóknum og niðurstöðum þeirra að skína í gegn í okkar textum. Og þetta gefur ykkur dæmi það hvernig þessi svona nýlega rannsóknar hefðu áhrif á mína kafla. Þetta mín 5 ártöl 1968, 78, 86, 99 og 2011 og sem dæmi það hvernig rannsóknir síðustu áratuga með áherslum á til dæmis feminisma og kvennabókmenntir, afþreyingabókmenntir og lágmenningu, barnabækur og mörk bókmennta og annarra listgreina höfðu áhrif á mín skrif. Getið tekið fyrsta kaflan sem fjallar að mestu leyti 7. áratug 20. aldar. Sá áratugur margt merkilegur í bókmenntasögulegu tilliti. Þá koma fram merkileg verk og merkilegir höfundar og það mikið hugmyndafræðilegt og pólitískt umrót í gangi í samfélaginu, peningar að dælast inn í hagkerfið og neysla að aukast og allt kalla þetta á einhver bókmenntaleg viðbrögð og svo breytir módernisminn íslensku skáldsögunni til frambúðar og þetta hefur mjög margt og mikið verið skrifað. Þetta svona áratugur sem búið að skrifa frekar mikið við aðra önnur tímabil 20. aldarinnar. Og kannski ekki mjög miklu við þetta bæta, eða hvað? Í bókmenntasögulegu umfjöllun 7. áratuginn hefur skapast svo hefð að gefa módernísku skáldsögunni mjög mikið rými, eðlilega kannski, og nánast undantekningarlaust fyrst fjallað verk Guðbergs Bergssonar og Thors Vilhjálmssonar. Stundum fá Steinar Sigurjónsson, Þorsteinn frá Hamri og fleiri að fylgja með, og svo í kjölfarið kemur yfirleitt sérstakur kafli Svövu Jakobsdóttur og hennar verk. Svava alls ekki undanskilin í módernisma umræðu og umfjöllun verk hennar almennt vönduð og ítarleg, en uppröðunin eiginlega alltaf þessi. Hún kemur á eftir köllunum. Og í anda þeirra blómlegu feminísku bókmenntarannsókna sem stundaðar hafa verið allt frá því að Helga Kress fór að láta til sín taka í kringum 1970 og svo síðar Dagný Kristjánsdóttir og Soffía Birgisdóttir og fleiri, þá laumaði ég einfaldri nýjung inn í þennan kafla sem einfaldlega svo að hann byrjar á umfjöllun kvennabaráttuna og kvennabókmenntir. Hann byrjar á umfjöllun Svövu, Ástu Sigurðardóttur, Nínu, Vilborgu, Jakobínu og allar hinnar. Kallarnir fylgja svo í kjölfarið. Þetta ekki í rauninni róttæk breytingin einum grundvallaratriðum. Allir helstu höfundarnir fá sitt rými og það ekki gert lítið úr skrifum Guðbergs og Thors þvert á móti, myndi ég segja. Þetta eins og svona ákveðin feminískur snúningur sem í fyrsta lagi í fullu samræmi við kvennabaráttuna og kvennabókmenntaumræðuna sem var að hefja sér til flugs á þessum árum, eða nákvæmlega á þessum tíma. Í öðru lagi endurspeglar hann feminíska bókmenntarannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu tímabili á undanförnum árum. Og í þriðja lagi sem ég held sé mikilvægt, þá vona ég að þessi snúningur sé til þess fallinn að höfða til ungra lesenda á 21. öld sem að alast upp við hversdagslega umræðu feminisma og kynjajafnrétti og þeim þykir slík nálgun mjög eðlileg og sjálfsögð. Ég finn það á nemendum mínum í kennslustofunni.
þau voru byrjað að kalla eftir meiri umfjöllun konur mjög snemma, þó að Júlinga hafi sjálfsögur gert sitt besta til þess að fjalla konur á fyrri hluta 20. aldar. Það var sko ákall í kennslustundunum, það byrjaði eiginlega bara strax. Konur, hvar eru konurnar? Og svo kom svona stuna frá þeim þegar þessi kvennabókmenntaumræða kom, sem er pínu vandræðalegt af því að það var búið að fjalla heil mikið konur á fyrri hluta námskeiðsins. En þau eru bara komin á þann stað, þau vilja fá jafn miklu umræðu konur og kalla. Og þau segja það, alveg bara upphætt og eru mjög ákveðin í því. Þannig að, já, þetta er svona það sem hafði áhrif á þennan fyrsta kafla minn, myndi ég segja. Í næsta kafla sem ég kalla Bókvit og dægradvöl sem staldra við árið 1978 höfðu kannski svipaðar rannsókna áherslur áhrif. Það er að segja að sá kafli hefst á umfjöllun bókmenntir sem hafa gjarnan verið á jaðri bókmenntasögunnar, þýðingar, afþreyingarbókmenntir og barnabækur og sú umræða leiði síðan áfram inn á hefðbundnari brautir, umræðum nýrunnsæi, leikritun og ljóðlist 8. áratugarins. Ég legg til dæmis áherslu á það, eða lagði þarna í þessum köflum áherslu á að flétta barnabóka umræðu inn í almenna umræðu bókmenntir en ekki skrifa sérstakann kafla barnabækur. Enda sést glöggt að litið yfir sviðið að stefnur og straumar eins og nýrunnsæi og töfrarunnsæi eða leikur á mörkum fantasíu og raunsæis. Þessar stefnur höfðu alveg mikil áhrif á barnabækur eins og fullorðsbækur og ég tel enga ástæðu til að skipta þessum bókum upp í 2 flokka heldur fyrir reynda að tvinna saman umfjöllun bækur fyrir alla aldurshópa. En þá ætla ég að víkja að svona því sem að titill erindisins fól í sér, sem er sem sagt bókmenntir samtímans. Hvernig skrifar maður eiginlega bókmenntasögu 21. aldar? Og þetta, hvernig skrifar maður eiginlega bókmenntasögu þess tíma sem maður er ennþá í gangi, síðustu kannski 20-30 ára, aðeins að bara skrifa einhverja algjöra vittleysu sem að verður róðin út runnin og úrelt bara strax eftir 5 ár. Stefán Einarsson var að velta þessari spurningu nákvæmlega fyrir sér í byrjun 7. áratugarins og þetta vitum við vegna þess að eins og Jóníku nefndi áðan, hann var í þeirri merkilegu stöðu að hann satt við sín bókmenntasögu skrif út í Bandaríkjunum, ekki alltaf með bækurnar sjálfar að bókmenntirnar hjá sér, þó hann hafi reyndar held ég haft frekar góðan bókakost í Baltimore. Og það náttúrulega fær hann ekki alltaf alla nýjustu bækurnar og hann er heldur ekki innan rithöfundana. Þannig að þegar kemur að því að hann skrifi bókmenntasögu sín samstíma, þá er hann dálítið einangraður, hann er langt í burtu frá þeim. Og hvað gerir hann? Hann hefur ekki, það er dýrt að hringja og erfitt og ekkert internet, þannig að hann skrifa sendibréf. Og þetta safn sem að Jóningu nefndi áðan er stórmerkilegt. Og það vill svo til að ég á, þetta sýnir ykkur þess nokkur dæmi. Ég veit ekki lesa þetta, ég mun þýða. Þetta er sem sagt, ég skrifaði mína doktorsritgerð Elías Mar og hans verk sem voru skrifið þarna á 15. áratugnum og Elías Mar var einn af þeim sem skrifaðist mjög reglulega á við Stefán-tímabili og Stefán virtist allavega svona, hann var mjög mikið af svona íta á Elías að skrifa sér og segja sér alls konar hluti og hann segir hérna til dæmis í bréfi sem hann skrifar 11. júlí 1953 og það reyndar ekki staddur í Baltimore, heldur í Cornell University. Hann segir, kæri Elías Mar, ég er í nokkurri klípu með ykkur nýju höfundana, eða nýju mennina, segir hann. Vegna þess að ég safni hér í Cornell vantar nýjustu bækurnar og sjálfur hef ég þurft að skilja ýmislegt eftir í Baltimore. Svo segir hann, Elías, nú þarf ég að biðja þig greiða. Gæti þú ekki skrifað upp eða gert upp lista nýju mennina, bæði atómskáldin og aðra, og róið leið í þeim ef þú þekkir þá og þannig að biðja Elías að biðja ungu skáldin að senda sér bækur og svo biður hann líka í öðru bréfi reyndar, hann biður æviágrip sem að Jóningu nefndi á líka og þau eru stórmerkileg. Hann biður þau að hann er bara að skrifast á við kallana sko. Hann biður á að senda sér bara æviágrip, hann er bara bókstaflega biður að selja sig. Bara skrifiði söluræður og sendi mér til Bandaríkjanna og þá skal ég aðeins sjá til hvort ég kem ykkur inn í bókina mína. Og það gera þeir, mjög margir sko.
og það gerir Elías með að segja, sendur honum marga blaðsíðna langa söluræðu sjálfa sig og sín verk og umhyggja Elías endaði síðan á því hann var nefndur tvisvar og eiginlega ekkert fellað af verkin hans en hann reyndi og gerði sitt besta. Það sem Elías gerir líka er það að hann svarar náttúrulega Stefáni og segir hérna til dæmis í bréfi frá mars 54 að það gangi erfiðlega að fá yngstu mennina til að senda Stefáni bækur. Það einungis vegna framkvæmdaleysis í þeim og þá kannski jafnframt sökum óþarfa hlédrægni. Nokkra þeirra erfitt að hafa samband við, eins og gengur. En ég hef látið þá skilja að það sé ekki þér að kenna, heldur sjálfum þeim, ef þeirra verður ekki getið í bókmenntasögunni. Það vita þeir líka, en svona það samt. Þetta svolítið áhugavert, ég voru þetta svolítið eins og ég hefði bara verið að skrifast á við öll skáldin hérna út í bæ og biðja þau svolítið að segja mér akkur þetta er í bókmenntasögunni og hvað þetta skrifum þau og segja svo bara að þetta er þér að kenna og svara mér ekki. Já, og svo gerir Elías þetta, ég ætla að sjá að þetta ekki er svo lítið, en hann sendir bara lista yfir yngstu höfundana og segir eitthvað þá. Og þetta er allt saman karlmenn. Svo segir hann reyndar í svona framhjáhlaupi að Ásta Sigurðardóttir sé að vinna að merkilegum hlutum, en þeir séu ekki ennþá komnir út á bók. Annars þetta er einu ummerkinu konu í þessum skrifum sem ég rakst á svona í fljótu bragði. En síðan er spurningin hvað gerði Stefán við þetta allt saman? Hlustaði hann eitthvað á Elías? Ég er ekkert alveg viss það. Hann allavega skrifaði ekki Elías sjálfan. Nei, eiginlega ekki neitt. Þetta er kaflinn í bók Stefáns samtíman. Tíma frá 40 til 60. Og ég setti upp til hliðar, undir kaflarnir í kaflanum og þetta segir svolítið mikið það hvernig hann setti upp kaflan í bókmenntasögunni sinni. Hann byrjaði á einhverju svona sögulegri baksýn, sögulegu samhengi fyrir verkin og svo koma svona nokkur þematengdir kaflar. Hann skrifar bókaflóðið, aukna útgáfu bóka. Hann skrifar stríðsárin og höfunda sem skrifa stríðið og stríðsárin. Svo skrifar hann módernisma og ýmsar stefnur. Svo skrifar hann alltaf íslensk fræði, það er líka svolítið merkilegt í þessa bók, hann skrifar alltaf rannsóknir líka. Gerir þær upp. Og svo velur hann alltaf í lokkaflana, allavega svona á síðaröldunum, þá velur hann nokkra höfunda til þess að fjalla sérstaklega Og hér finnst mér svolítið áhugavert að þessi 6 höfunda sem hann velur til að fjalla sérstaklega úr sínum samtíma, það er svolítið áhugavert að velta fyrir sig hvort að þessir höfundar, hvort að Stefán hafi verið sannspár eða ekki. Eru þetta höfundar sem okkur dettur í hug að séu standi upp úr á þessum tíma? Ég held að einhverju leyti já og einhverju leyti nei. Hvað segir þið? Jakob Jónsson, Snorri Hjartarson, Jón Björnsson, Jón og Vör, Arnar Þórðarson og Hannes Pétursson. Hann segir þetta að Hannes Pétursson er vonarstjarnan. Hann er rosalega hrifinn af honum, hann er nýbúinn að gefa út sína fyrstu bók og er rosalega hrifinn af honum. Ég held að það hafi nú kannski að sú spá hafi nú alveg staðist tímans tönn. Snorri og Jón og Vör, þeir hafa klálega lifað af í bókmenntasögunni, en ég veit ekki alveg með hina 3. Það er spurning. Já. En allavega, ég bara, ég veit ekki alveg hvað Jakob þetta er. Æja, allavega. Hvernig líður tímanum? Hvað er mikið tíma eftir? Það er búinn. Má ég bara halda áfram? Ég held nefnilega að það sem ég lenti í er náttúrulega mjög svipað á þetta. Ég reyni bara að reynda að skrifa eitthvað úr samtímanum, en svo verður bara framtíðin að leiða í ljós hvort að ég enda eins og Stefán að skrifa kannski 50% eitthvað sem lífir af og 50% eitthvað sem allir eru búin að gleyma eftir 50 ár. Mögulega er það bara frekar líklegt að það verði bara þannig og ég gengst fullkomlega við því. En það er sem sagt á vissan hátt frekar vonlaust verkefni að skrifa þessa sögu samtímans af því að slík umfjöllun náttúrulega eðlismálsins samkvæmt alltaf vera gölluð og ónákvæm og það er mjög líklegt að hlutarnir úreldist fljótt þeirra frá líður. Og það mun alltaf sjálfsögur koma í ljós að eitthvað í því sem að ég dreg fram í vinnu umfjöllun verður smáatriði eða léttvægt eins og raunin er líklega með þetta kafla Stefáns.
En bara til að gefa ykkur dæmi það hvaða ég nefni í síðustu köflunum 21. öldina, þá sem sagt það ákveðin svona sögulegi stóri viðburðir sem að ég nefni líka eins og hrunið og góðærið og loftslagsbreytingar og náttúruhamfarir og svo framvegis. Síðan það stafræna byltingin og breytingar á lestarumhverfi og svona upplýsingarstreymið allt saman sem að mikilvægt að ræða í tengslum við bókmenntasögu 21. aldar. Ég fjallaði svokallaða veruleikavæðingu skáldskaparins eða svona innreið veruleikans og samslátt veruleikans og skáldskaparins. Höfundar sem flétta eigið líf og reynslu í auknum mæli inn í skáldverk sín. Og svo má ekki gleyma því að glæpasögur hafa frá aldamótum orðið að mjög stórri og blómlegri bókmenntagrein og átt meðal annars þátt í því sem kalla má útrás íslenskra bókmennta. Og þetta mögulega einn stærsta vendingin á íslensku bókmenntasviði á síðustu árum, þessi gríðarlega aukning á útgefnum verkum eftir íslenska höfunda erlendis. Þannig að síðasti kaflinn í þessari bók okkar síðasti kaflinn minn þar að segja, hefst sem sagt á bókamessunni í Frankfurt árið 2011, sama ár og Reykjavík var bókmenntaborg í UNESCO, en síðan þá hefur fjöldi þýddra titla úr íslensku á erlend mál þrefaldast. Og mögulega meira, ég hef ekki uppfært þetta kannski, en mögulega hefur fjöldin aukist meira. Og íslenskir rithöfundar hafa slegið í gegn víða erlendis og það sér alls ekkert fyrir endan á þessari þróun. Íslenskar bókmenntir í dag eru því kannski alþjóðlegri heldur en hafa nokkuð síðan verið og í lok síðasta kafla bendi ég raunar á að bókmenntir sem tjá reynslu innflytjenda á Íslandi hafi alls ekki öðlast sess á íslensku bókmenntasviði í samræmi við þann mikla fjölda fólk sem býr hér á landi og er að erlendu bergi brotin. En síðan ég skrifaði þessu orð, eftir ég skrifaði þau og raun voru bara á sama tíma bókin fór í prentun og upp úr því, þá hafa hvorki meira en minna en 3 skáldverk af þessu tæki komið út á íslensku, eða komið út hér á landi. Ljóðaúrvali Pólifónía af erlendum uppruna, svo það prósasafn Evu Marcinek, Ísland Pólerað og loks ljóðabók Jakobs Statujaks Næturborgir. Þannig að við erum hér komið með 3 glæný verk eftir fólk af erlendum uppruna sem að skrifar ýmist á íslensku eða inn í íslenska samtíma. Þannig að sagan heldur áfram, vindur fram bókstaflega fyrir augunum á okkur og við höldum öll áfram að skrifa og skapa okkar eigin bókmenntasögu vonandi. Ekki bara í útgefnum verkum eins og bókinni sem hér er nýútkomin, heldur í lifandi og gagnrýnni bókmenntaumræðu. Takk. Kærar þakkir. Ég ætla þá að gera svona 2 mínútna hlé á meðan við snúum hér aðeins nokkrum stólum við og færum tölvuna fyrir streymið svo að þau sem eru heim í stofu geti líka fylgst með og þá ætlum við að stilla höfundunum hérna upp og bjóða upp á umræðu. Þannig að þið getið gripið ykkur áfyllingu á kaffi eða te ef þið viljið og endilega leggið höfuð í bleyti og ef þið eru með spurningar þá er tækifærið innan handar. Takk. Þetta sé laginu. Svona. 2, 3, 4, 5. Jú.
Ég skal byrja því ég vil helst fá að standa. Aðra á smástund, ég satt í bíl frá Reykjavík í gær og á Höfn og svo að hingað, ég þarf að standa. En það mjög skemmtilegt að ég skal byrja í að Ármann var að reyja upp að upphafið á bókmenntasögu Stefáns sem fer í að leggja áherslu á sérstöðu Íslendinga. Og ef ég maður rétt á fyrsta orðið í bókmenntasögu þetta Kristi Seð Anderssonar sérstaða og það sérstaða Íslands gagnvart Evrópu. Hann bara hefur sína bókmenntasögu og ég kann uppuna vegna þess að þegar ég skrifaði drög að íslensk kvennabókmenntasögu 1987 og tók ég þessa klausu og byrjaði hann að sérstaða íslenskra kvenna gagnvart og svo sneri ég bráðlega úr klausunum og upp á kynin og það kom alveg ótrúlega vel út að gera það. Hvernig, nú man ég ekki, kann ekki utan að ennþá byrjunina hjá ykkur. Er hún sérstuð?
Formálinn hefst á litlu gulu hænunni. Já, alveg. Sem eins og með muni kannski ekki íslensk bók, en íslensk bók frá því sjónarmiði sem okkur skiptir mestu, sem viðtakandinn. Og viðtakandinn leysir svolítið úr. Leiðum að hættir svona höfundunni þess, viðtakandinn þess. Það leysir svolítið úr þessum hugmyndum hvað íslenskt og það sem við erum að lesa íslenskt. Við erum að lesa það á Íslandi og þess vegna finnst mér, þetta var náttúrulega ekki tilvíð. Ég var að reyna að finna eitthvað sem allir er að lesa, en það var ekki mjög auðvelt. Og ég hélt að litla hænum kynnaverkrein gerði tilvíður á börnum í fjölskyldunni og það þekkti á allir. Og svo hefst sjálfsakaflinn hefst á að hún að koma góðinu sem hans. Þannig að hún hefst alls ekkert. Og þetta með þetta, eins og þetta. Ég fann þetta í sínum formála, hann líka eins og einhver rækti mjög vel. Hann alltaf að byrja saman Ísland og Ánulönd, alltaf, líka í formálunum. En alltaf með því mjög að finna að því íslenska sjáist enn skýrar. Eitthvað nefndi þýðingar, en hvað gefur þið þeim ekki vægi í bóknum? Það er bara innan að standa. Ég nefndi þýðingar. Það skiptir máli. Það hefði áhrif líka að hafa áhrif á lesendur og já, hvort sem maður veit þetta þýðingar ekki, þetta verður bara partur af lesendur. Já. Ég reyndi að gefa þeim eins mikið vægi ég gat í mínum síðustu köflum en á þetta fá svona svolítið, þær eru 1978 köflin þá byrjar úr áhersluðum þýðingar, bæði heimsbókmenntir og Afríkubókmenntir. En svo veit ég svolítið hóðu sökina, það kannski öðru köflum fallaði kannski svolítið í skuggan en Þessi fjallar mjög lítið einstakar þýðingar. Nema aðeins einhvers staðar var ég að fjalla Halldór Laxness að telja þýðingar eins og Halldór á Hemingway til hans verka, en ég meira fjalla þessi stóru þýðingarbylgjur, Afríkubókmenntir í upphafi aldarinnar, bandarískar bókmenntir síðar, og það er eitt af stefjónum í mínum köflum það hvernig menningartengsl Íslands fara frá því að vera bara við Norðurlöndin yfir í England og Ameríku. Þar kom þýðingarinn. Já, ég held að til dæmis á miðöldum að þá getur ekki til þýðingar öðru sem að taka bara innan taka saman við íslenska bókmenntir vegna þess að þýðingarnar á miðöldum eru, á þessu skalum frá því að vera þýðingar yfir að vera svona nýsköpun sem byggð á einhverju. Þetta er svona menn eru aðlaga erlenda texta af íslenskum lesendahópi eða áhorfendahópi og þá þarf að gera meira en bara þýða eins og til dæmis þegar riddarabókmenntirnar koma til okkar þá er kannski frægt að þá draga þýðendur úr jafnvel svona tilfinningalýsingum eða reynir svo kannski að leggja áherslu á bardagana þannig að þegar upp í staði þá erum við kannski ekki með algjörlega sama verkið en samt myndið að flokka sem þýðing einhver leyti nýsköpun. En ef við bærum til það sem ég og þú skrifa saman við það sem Finnur skrifar, þá séum við að stigveldi hjá Finni mjög skýrt. Að það sem innlent er áhugaverðara en það sem dýrt. Þannig að þetta, ég haldi fram að stigveldi sé alls ekki að klart og kvitt í okkar köflum. Það er rétt, ég er náttúrulega það, þá held ég að leiðina þessum skilningi okkar af bókmenntasögu sé svolítið í gegnum þessa flokknar áráttu og flokknar fræði svona fyrir tímabila. Þannig að við þurfum bara í rannsóknarsögunni að ganga í gegnum það tímabila að prófa að setja allt niður mjög í flokka. Seinna getum við farið að vinna úr því og segja nei, það er alls, það er skil, það er milli og það er flæðið öðruvísi. En við komst ekkert að þeirri niðurstöðu nema að vera búin að ganga í gegnum því. Þessi einspurning með samtíma bókmenntan, voru við með einhver tíma hvað stoppar? Það er ekkert bara bókmenntir til 2000 eða 2010? Nei, síðasta kaflið 2011 og ég reyndi svona síðan skilum að verða flæðandi en ég viljandi fjalla ekki sérstaklega höfundar sem koma nýir fram á síðustu 5, 6, 7, 8 eða 10 ára. Ég er meira að fjalla það sem er kannski búin að gefa okkur verk. Við erum auðvitað með kafla 2002. Já, við glemtum hún. Skandinavíska kafli sem við erum að velta hlutum heimsbyggilega fyrir okkur. Framtíðartíminn síðan. Framtíðartíminn okkar og það fengur allir svona sitt eigið frelsi. Það tók hlutum mjög
var það langt fram tíma. Við tökum það fyrir á málþingi hérna 2000. Hann tók kannski 62 og hann var ítalega skoðun. Það var mjög að komið það þá. Mér langaði þetta að grípa aðeins þennan ráðsamband við þýðingarnar og líka flæðandi skil á milli bókmennta og bókmenntarannsókna og bókmenntasögu. Svo áður að þú komst inn á það að Stefán hefði þýtt það miðaldakvæði víðþýtt þegar hann var að fjalla það fyrir íslenska lesendur. Og þú nefndir að það væri óvanlegt nú og þau. Hvaða hlutverk hafa þýðingar leikið í bókmenntarannsóknum í gegnum tíðina og hvernig hefur það breyst? Ég held að þetta sé, sko, þú veist, það var ekki alveg einstakt hjá honum, menn voru á þessum tíma, þá líka Jón Helgason þýddi fornkvæði og fleiri menn. Ég hugsa, þú veist, bara þegar við sem erum að rannsaka eins og nýjöldu bókmenntirna núna, þetta er mjög svona, aðferðafræðin, við skulum segja, er mjög svona ströng, stanga kröfur, fræðileg vinnubrögð og svona. Þegar við erum að reyna að nota fræðibækur og fræðirit frá 1930, 40, 50, þá erum við að vinna með rannsóknir sem eru bara einhvern veginn, já, í rauninni gerðar svona í allt öðru sjónarmiði. Við sjáum, þú veist, að hugmyndafræðin á bakvið allt öðru sér, það er frjálslega með, það er ekkert að vitna endilega í allt. Fræðimennirnir sem að skrifuðu voru svona litu á sig sem autoritet, þú veist, ekkert endilega verið að segja hvað þeir fengu hugmyndirnar, þeir bara voru nógu stóri til þess að geta svona slegið fram kannski stórum hugmyndum eins og ég kom einhvern veginn með Finn, þú veist, að við hérna núna kannski lesum bókmenntasöguna og við hugsaum, á hverju segir hann að þessi saga sé frá síðari hluta 14. aldar, bara því að hann vissi það. Menn litu á sig einhvern veginn allt öðruvísi. Þannig að eftir því myndi ég segja sem að rannsóknir verða svona fræðileg, þá detta þessar aðferðir út, eins og til dæmis bara fengið þýðingar. Við erum öll læs yfir þau tungumál sem verið að fjalla þannig að sko þó svo að fólk sé stundum að þýða kannski fræðirit í neðanmálsgreinum fyrir það var ekki kannski einu sem að þýða bókmenntaverki myndi sé allavega ekki í bókmenntum. Hvað segir þið? Ég ætla bara að segja að mér finnst þetta hafa breyst alltaf mikið að stóðstundum að þið leiti að sko mér svolítið merkilegt að Stefán eftir að hugsa íslenska lesendur, hlýtur að vera, þess að þið eru íslenskur. En við stöndum fram með fyrir því að rannsóknir á íslensku bókmenntum eru orðnar það alþjóðlegar. Að þegar einhver ætlar að fara að skrifa grein eitthvað kvæði, þá þarf helst að skilja íslenska textin yfir á ensku. Við þurfum að hafa Lilju á ensku til þess að alþjóðlegi fræðaheimur geti fjallað ég bara með nýtt dæmi kvæði sem á að fjalla og það er beðið enska þýðingu á íslenska texta. Til þess að við erlenda fræðarsamtíma sé örugglega með á nótum. Þótt þessi gett ráð fyrir að þessi erlendu fræðarnir geti lesið íslensku. Þannig að krafan nú vil ég að þið fara á ensku. Þýðingu að það er staðar en í aðra áttir og verið aðra Aðeins út af því þú aðrast að segja hvernig fræðmenn skrifa þessum 100 ára. Þá gekk á Twitter nýja á fræðimennum skjáspott á gamalli fræðbók og ég hefði tala með hann að svordjóðandi á ensku. This was revealed to me in a dream. Fræðimenn styrna þetta í Þið eru eftir sjá aðeins. Já, það séu nokta var allir upp með. Hann áttum til ekki enga skipti máli. Svona þess að Halldór Laxness, hann vitnaði gjarni í einhverja skrýta kalla sem hann rekist á, en ekki kollegana. En það eru bara til að bæta við það sem þú ert að spyrja að það eru ansi margir bókmenntafræðingar, kennarar við háskólans og fræðimenn sem eru reyndar bókmenntafræðingar. Ég ætla bara að bæta þess við, þú veist þess að Ástráður Eysteinsson sem hefur skrifað eitthvað mest þýðingar, þú veist hann hefur líka þýtt mikið og Soffía hefur þýtt mikið. Þannig að ég finnst einhvern veginn fræðastörfum og þýðingarnar, sko ekki, já, þó maður sé ekki endilega að þýða texta sem það er að skrifa, þá þýðir það kannski tengda texta eða Ég ekki nota alltaf eigin þýðingar þegar ég skrifa á ensku. Það þýðir alltaf sjálfur. Þegar þú veist, þeir sem
á að þýta dáðum til bara skilja hlutum öðru sem ég. Það er hann einn tíð, trúkurinn pass, það sé nú að góð. En þetta mjög algengt að við nota einn tíð. Góðan daginn, Stefán Bogi heiti ég fórstuðum að gera spurningar. Ég langaði til að spyrja ykkur og ég mun örugglega ekki takast að koma spurningum rétt fram með, en ég ger bara sem getið við spurningum. Af því að þið lögðum og þetta er réttilega dálítið áherslu á einmitt að þessi bókmenntasaga má því ekki að skoða sérstöðuna einmitt, heldur alþjóðlega samhengi, víða samhengi. Nú þið komin líka að Vesturland, sem þakkarvert, en við sem hér höfum ákveðið að búa, eðlum að samkvæmt við erum mjög sjálfhverf og við förum að hugsa Austurland og austfirskt samhengi. Ég ætla ekki að biðja ykkur að upphefja hluti Austurlands í því sem það hefur verið að rannsaka, en það hefur verið mjög klassisk spurning. En mér langar svolítið að spyrja ykkur, en út frá hugmyndinni íslensku bókmenntasögu í bara svona alþjóðlegu víðu samhengi. Eitthvað gildi í því að skoða hana einmitt sett að fara niður á, jafnvel niður í einingar sem eru heila hjákátlegar í alþjóðlegu samhengi eins og Austurland, Ísafjörð. Skiptir það einhverju máli að skoða hlutina í þessu samhengi, hvað austfirsk bókmenntasaga eða þetta, og kannski líka ef við viljum leika okkur aðeins varðandi bara samtíma, eitthvað til sem að heita bókmenntir, landshluta, héraða, og kannski vegna sem að líka veltum við stundum fyrir sér, verða einhverjar bókmenntir til á Íslandi ekki í Reykjavík lengur? Þetta er einum höfundi sem býr á Ísafirði og leggur hún dálítið upp úr því að búa á Ísafirði. Þetta eitthvað? Einhver héraðssaga í bókmenntasögu? Það er kannski byrjað, því að umræddur höfundur gistir oft hjá mér þegar hann er í Reykjavík og síðast þegar hann gerði það, þá sátum við eitthvað fram á nótt yfir bjórglösum og vorum að velta yfir hvað við kæmumst langt með að finna íslenska bókmenntir. Og Eiríkur var reyndar, við erum að tala um Eiríkur Eiríkur var reyndar komið undirbúinn því hann var búinn að finna með að segja eina skáldsögu sem var skrifuð af þýskum innflytjanda á Ísafirði. Og svo tókst okkur sameiningu að þetta byrjum að þjóðlög, Hagalín, Þjóðar Hnífsdal og þessir nýlega barnabók sem kom út með stuttu síðan og svo getur við sagt að nú Hornstrandir orðnar hluti af Ísafjarðarbæ, þannig að Jakobína er íslenskur höfundur og við gátum tengt okkur ansi langt. En ég oft velti þessu fyrir mér, þetta er til annars staðar, þannig svo heimlundur, það er til í tveimur bindum bókmenntasaga Skána. Sem mér finnst mjög merkilegt verkefni. Og auðvitað væri hægt að, ég veit ekki hvort að Eiríkur er að gera þetta, hvort við gerum þetta saman. Ég myndi alveg treysta með þetta að skrifa bókmenntasögu Ísafjarðar. Og alls konar hluti sem ég var að sleppa þegar ég var að fara gegnum vestur, þýðingar á Walt Whitman sem er fyrstast í þegar Guðmundur skólaskáld er að ritstýra blöðum og Ísafjörðum aldamótin og alls konar. Og það maður hugsa þetta bara út frá sagnfræðinni, bara eins og einsögu. Það bara kemur þið fyrir á stað eins og Ísafjörði eða Seyðisfirði, sem væri kannski augljósandi dæmið fyrir austan, en þá getur þetta búið til með mannfræðilega þessum mannfræðingar kallast þykka lýsingu, byrjar bara einhver litlum stað og svo hleður ofan á lagi eftir lag, öllu sem við tengt við, þá er þetta að segja mjög mikla sögu, mikla bókmenntasögu sem er ekki á héraðsformi. Og hvað var það verður til bókmenntir á annar staðum en í Reykjavík framtíð, þá held ég að það sé meiri líkur minni að það færi sig aukana. Ég þannig að segja bæta við að ég held að það mun klálega þó að bækurnar séu mögulega verði alltaf gefnar út í Reykjavík útgjöfundinni séu staðsettir í Reykjavík, það er kannski eitt mál, en hvort að rithöfundar skrifa þær annars staðar en Reykjavík, ég held að það muni færast í aukana á næstu árum og áratugum bara einmitt að þegar við getum unnið annars hvað sem er. Og ég held líka að þegar við förum að skrifa þessar lokal staðbundna bókmenntasögur sem ég held alltaf bara að gera,
Það er að taka líka myndina af þessu hús sem eru farin að spretta upp út allt landa sem eitthvað að fara og koma sér fyrir, þá kannski búa það ekki. Ég er Eyrarbakka til dæmis. Bæði skáldrit og fræðrit sem verða til hann á Eyrarbakka til dæmis, það áhugaverð saga. Hugtakið félagsbókmenntir til og staðarbókmenntir og ég datt í hug þegar ég alveg hægt og datt mjög góðs að spyrja þessu það að Ísland hefur enga gefað hljóðbúningar Ísland er alltaf lands engar mállýskur Norðurlanda er búið til leggja áherslu mállýskur auðlýsingar það er meira eðlislegt meðan hljóðbúningur er eitthvað sem þú býr til að þú ákveður að halda fram þínu austfirska eðli eða hvað það er en austfirðingar hafa aldrei verið nógu upptökun að þýtti sem búið til einu austfirska hljóðbúning og ekki heldur það er ekki eins og þetta gæti verið tilstand það bara, Íslendingar séu vanlega að hugsa Ísland sem eininguna segistu kannski 200 árið Ég verður að það komast af með austfirsku skáldar það er náttúrulega það er mjög áhugavert og skemmtileg rannsóknarverkefni og það eru náttúrulega, þeir eru skildir, þetta eru náttúrulega pengar og allt það, en það er líka mjög skemmtilegt bara þetta tengsla net á milli þeirra. Það er það sem mér finnst vera mjög áhugavert og þeir, ég veit ekki hvort þeir, ég meina það er, sem sagt, það er rosalega gaman að skoða þeim ljóðabréfum sem Bjarni Gizurarson er að senda vinum og kunningum í næsta nágrenni. Það er svona ég er með rannsóknarverkefni í gangi þar sem okkur langar einmitt til að kortleggja svolítið svæði sem hverjum hann er að senda og hvað hann er að skrifa og þetta er svo mikið, gefur svo rosalega innsýn í daglegt líf einmitt hér á Austurlandi og bara lífsbaráttuna og það verða líka til ákveðin yrkisefni, það eru þarna þorrakvæðin og þetta, ég held að það eru ákveðin atrið sem eru sérstök fyrir þeirra kvæðskap sem maður sér ekki annars staðar. Þá erum við alveg komin með efni í kveðskap sem er tengdur ákveðnu svæði, ákveðnu héraði, ákveðnu fjölskyldum og er bara mjög skemmtilegt. Þetta líka við Íslendingasögurnar. Já, og líka. En það líka, annars sem getur mjög áhugavert að taka saman svona héraðsbundna bókmenntasögu er þetta sem að líka til staðbreyði og þeir sem komið fyrst með hugmyndir staðbreyði, þeir kannski voru ekki endilega að tala bókmenntir heldur eitthvað svona eins og þjóðsögur eða sögur sem baka á mikið og þeir líkt þetta við það ef við bara staðsetjum okkur á Íslandi að hinga fjúka fræ og öllum áttum og þau lenda út um allt land en þau ná bara að spíra á ákveðnum svæðum og það getur farið eftir raka eða hitta spíja hverju og svo náðu þau heldur ekki að blómstra nema ákveðnum svæðum. Og þegar þeir ná að blómstra og þá erum við að hugsa ákveðnar sagnagerðir eða ákveðið sagnaefni, þá fer efni í dreifing á því svæði og ef við erum að hugsa Austfirði versus kannski Vestfirðir eða eitthvað slíkt eða einhvers lengri svæði, að þá ná ákveðnar sögur það mikil útbreiðslu að það fara að breytast og það verður til í mörgum mismunandi tilbrigðum og við segjum að þessi saga, hún finnst 20-30 tilbrigðum á þessu litla svæði en það þekkt bara 2 kannski þarna á Snæfellsnesi eitthvað slíkt og þá getum við fyrir að útskýra á hverju fór þetta fræ aftur náði að blómstra og dreifast svona út þarna og með því að skoða sögur og bókmenntir svolítið út frá svona þessari svona náttúrusýn eða náttúrufræðilegu aðferð til þess að nálgast efnið hvernig það breiðist út að þá getum við einmitt tengt bókmenntasögur við félagsfræði við umhverfisfræði og annað og reynda að sjá fyrir okkur hvers vegna akkúrat þetta efni höfðaði til fólks á þessu svæði, hvað var fólki að fást við, hverju voru draumar fólksins og tilfinningar og hvað var það bastaði við hvers deginum, eitthvað annað sem ekki átti við á öðrum landshluta eitthvað slíkt. Og ég held að við getum fengið mikið út úr því að skoða bókmenntir akkúrat í svona þröngu samhengi og þá koma ábygglega héraðsskjölin mjög sterkt inn í svona rannsóknum fyrir að skoða bréf, staðbundin bréf, allt þetta héraðs og þetta getur ábyggilega mjög skemmtilegt að vinna svona verk. Og svona rannsóknir eru ekki hjákátlegar í erlendu samhengi. Þetta er eitthvað sem fólk er að gera um allan heim og þetta er mjög svona vinsælt að beina kasta svona mjög þröngt á ákveðnum svona stað og
Halló, það Þórhallur sem heiti ég. Við náðum að vakna frá tveimur óskyldum fyrirbörnum, eða hvað það kallaði fyrirbörnum. Fyrirbörn þess að þýða þýðingum ekki yfirleitt þannig með að það svo mikið túlkun í þýðingum að þetta verður sjálfstæða verk. Ekki þetta segja það alveg svona það. Þetta alltaf einhverju leyti ertu að flytja eitthvað og þá tapast eitthvað og græðist eitthvað annað í staðinn. Þess vegna náttúrulega mikil hugmynd að það í gangi hversu nákvæm þýðing getur orðið. Þetta bara hreinlega sammála það. Hversu nákvæm þýðing getur orðið. Þetta raunveruleg þýðing? Og allir samhengið skiptir þetta svo miklu máli fyrir túlkunar. Þegar það fór hluti fara með tungumál, þá bara samhengið annað. Við getum við fundið þýðingafræðingar sem haldaði fram að þýðingar séu teoretískt ómögulegar. Það sé ekki hægt að þýða að það glatist allt, að það sé eitthvað sem svo einstakt að það glatist alltaf í þýðingu. Og svo getum við fundið hinum megin, bæði þýðingafræðinga og rithöfundar sem segja að þýðingar séu æðra listform heldur en frumsami skáldskapur. Og svo allt annað á milli. Hér getur við stíka fræðibókum. Eru þær inn í ykkar svona myndheim þegar við að skrifa bókmyndir? Það þess að samanlega fyrir neðaldur. Þess að í raun og veru fagurbókmynda hugtakið ekki til, þannig séð. Fræði? Nei, fagurbókmynda hugtakið ekki til. Þannig að það sem við erum að fjalla allt saman einhvers konar fræðibókmynd. Það skilur hvað við. Þetta er sögur frá framtíðinni. Skipting ekki til henni. Já, í raun og veru það tiltölulega nýtt að skilgreina Íslendingasögurnar sem fagurbókmyndir. Vegna þess að þetta eru sagnarrit og drjúgur hluti því sem við skrifum eitthvað sem var fræðirit síns tíma en vegna þess að nútíminn hefur ekki gagnað því sem fræðiritum þá hann hættur að hugsa þetta sem fræðirit. Þannig að þegar kemur á fyrsta skeiðinu, þá þetta fræðiritin jafnvel meira áberandi en hitt. Ef við í raun og veru aðtökum þessar skilgreiningar, sem náttúrulega, við erum tölum miklu minna hana núna í tengslum við eldri bókmyndir. En við reynum samt að koma auga á hvort að verk sprettur úr lærðri menningu eða hversu mikið af svona alþýðlegri menningu í verkinu líka. Og í samtökum meðvitund það koma meðvitundabókmyndirnar úr þessu lærða menningarumhverfi. En það eru þessi alþýðlegu einkenni í þeim líka sem við erum að reyna að greina svona svolítið kannski frá og átt okkur á því hvernig bókmyndir koma úr kannski verulega lærðu umhverfi en aðra bókmyndir koma frá höfundum sem eru lærðir en taka úr alþýðlegri hefð inn í lærðu bókmyndirnar og þá erum við komið með mótíf minni og formúlur og ýmislegt sem að gengur í mörgum verkum og þá það kannski ekki komið úr lærðri hefð sem má tengja erlendum fræðibókum sem fáist líka. En þetta mjög skemmtilegt að rannsaka í rauninni það sem þú ert að spyrja tökum við fræðibækur inn í bókmenntaumræðina. Þetta allt blandað saman en það eitt af því bara skemmtilega sem við erum að fást við þegar við greinum textana að finna út hvað kemur úr lærða heiminum og þá hvaða lærða geira og hvað koma munnmæli eða alþýðuhefðin inn og svo framvegis. Já, ég þekki að svara þess. Þetta er ekki því sem ég hef fórstu monta samanskjöðu. Ég var í borgar formaður Hagnekis fyrir höfundafræðirita og kennslugagna og þekki ágætlega til í Noregi þá hafa verið skrifað heilu bókmenntasögur sem fjalla bara fræðirit og eigin tveggja binda verk til sem heitir bara Norsk bókmenntasaga. Ég er ekki minnst að vera einu skáldsögu. Og vandinn, og ég hefði gjarnan vilja að gera meira af þessu. Það eru mikilvægir fræðibókahöfundar á mínu tímabili eins og Þorvaldur Thorlacius til dæmis sem ég nefni ekki, Sigurður Nordal sem fræðimaður ekki sem bara skáld. Þannig að þetta er eitthvað sem ekki fjallað í mínum hluta eins og hefði kannski byrjað. Einu ástæðan svo að það eru mjög litlar ef einhverjar rannsóknir til á þessum textum sem í sögulegu samhengi sem textum, sem bókmenntum. Og þetta er bara eitthvað sem okkur vantar. En svona sem yfirbót, þá get ég sagt það að
Ég var að byrja núna á samt kollegum mínum rannsóknarverkefni sem er ný bókmenntasaga, sem kemur nokkur ár, sem er bókmenntasaga íslenskra kennslubóka. Þannig að svarið ég ætla að gera það næst. Í þessu samling var það að benda á hluta sem er beint frá mínum eigin rannsóknum og athugunum, þessi breyting á hvernig eldgosum er lýst. Og hvernig breytingin verður siðaskipti, þeir tengjast beint siðaskiptar og þeim stjórnmálalegu breytingum sem verða á íslensku samfélagi í tengslum við það. Fyrir siðaskipti, þá er eldgosum alltaf miklu meira eigin að tveimur orðum. Hekla Gauss. Og það er greinilega allir vissu að það fínt. Það er að skrifa doktorsritgerð, eldgosalýsingar í bókmenntum. Já, nei, þetta eru fræðirit, og fyrsta, heilsteytta lýsingin af íslensku eldgosi er lýsing Þorsteins Guðmundssonar sýslumanns í Vestur-Skaftafellssýslu, 1625. Og þetta er stórmerkilegt rit, þetta er með merkilegstu eldgosalýsing sem til þetta er gosinu lýst, degi til dags. Og þessi hefð fylgir sér eftir. Við fáum Köllulýsingar, við fáum lýsingar af Mývatnsheldur, við fáum lýsingar af Skaftafellssýslu. Hann alltaf aldrei farið út í þetta nema Þorsteinn Guðmundsson, hann byrjaði á þessu. Og þetta er, ég velti í hugmyndum, þetta er svona til gamans, hvort að ástæðan er að gera þetta. Ef þeir þurftu að hafa eitthvað í höndunum til þess að eiga við dansk yfirvöld í kaupunum til þess að geta fengið einhver aðstoð sem tengjast áhrif verkefnum. Bara sem dæmi, þetta er svona bara vonbragðskennt. Hvað heitir þessi bók? Þetta er í hvernig mann ekki, þetta er bara í þessar skýrslu sem við skrifað, það var teknað saman, en þetta er sko, í sjálfu sér mjög merkilegar heimildir og þetta er raun og veru fræðirit þar sem menn að lýsa því sem þeir að sjá. Og hann lýsa áhrif og draga ályktanir af athugun. Þetta er raun og veru vísindari hins tíma. Þetta er varðveitt í handritum og síðan hefur það verið endið. Það er manni ekki nafnið að bóka bóknum sem þetta er í. Ég veit Íslandísk relation. Þetta er það. Samferði og kort Íslandísk relation. Þetta er að skrifa uppfæðum. Om det forfærdelige og gruelige jordskælv som skete på Østland og Island hos Tykkebæk kloster forgangens efter en versen. København 1647. Ég ætla bara að segja, ég veit unga fræðikonu sem einmitt núna nýbúin að birta greina eða fara að birta greina, hún nýdoktor í íslensku bókmenntum, einmitt þetta samhengi milli sko eldgosa og náttúru hamfara og bókmenntasögu, hvernig þetta hefur áhrif á það hvað verður til og hún ekki alveg, þetta er mjög áhugavert viðfangsefni, því meira sem verður rannsakað því líklega þetta komast inn í bókmenntasögu, en þessi tenging er mjög áhugavert. Ég ætla líka að segja annað á það að alltaf landlýsingarkvæði er ákveðin tegund af bókmenntum sem að einmitt austfirsku skáldin var þeirra sérgrein svolítið og lýsa landinu með kostum og göllum og aðra kostum þú. Svo til okkur sem þetta verður, þá þakkar það fyrir síðaskipti, þetta er svo mikið áhrif hvernig það er í stefnu. Ég var komandi að það er kafli eldgos í síðasta í kaflanum 2011 kaflanum í bókmenntasögu. Það er búið að skrifa dálítið og í gangi í margar, í raun og nokkrar áhugaverðar rannsóknir á tengstum, í raun og veru eldgosum í bókum sem bókmenntalegu minni í rauninni og líka áhrifum hamfara eins og eldgosa á bókmennaframleiðslu og bara hvernig fólk hugsa pólitík einmitt og Má ég koma við að rannsóknir norsk listans og Höfni Hortnafjörður bara ráðstefnu eldgos í bókmenntum listum og lífinu 4. júní næstkomandi. Ég langar að segja eitt bara af því að ég sem er rétt þér, það er einhver grundvallarmunur á áhuga á náttúru fyrirbærum kannski einmitt á þessu tímabili endurreist síðuskipti og eitt af því sem
sem veldur fólki hvað verstu vonbrigðum þegar það leitar til okkar sem stúdentar miðaldapunktir að nútíma fólk langar til að heyra náttúru sín miðaldabókmennta og náttúru viðhorf, en maður grípur svolítið tómt því að miðaldamenn höfðu bara að því virðist ekki mjög mikið áhuga á þessum hlutum. Þeir höfðu bara áhuga á persónulegum tengslum fólks og það það sem alveg bara endalaust mikið í bókmenntunum. En þú veist, auðvitað voru eldgos og jarðskjálftar, við vitum að það við búum á Íslandi. Þetta hefur allt saman verið, þeir eru alltaf stekt eldgos og jarðskjálftar, en þetta er ekki í huga að segja neitt eða norðurljósi. Þetta er verið stór verkið, vegna þess að það er að búna skipni á náttúru. Og þess að kemur að fram í þessu stutt orðum sem að var þegar menn bara rífast hvort að það var að heimila Kristján Íslandi og þegar maður sagði þeir reyndi spurðið þegar þetta hrönd sem var að. Og þeir hafðu skilning, þeir skildu þessar viðbjörn og þeir segði ekki mörg orðum. Það er ekki því spennandi líka. Já, þetta er svona hvað fólk þegir og hvað fólk talar Það er svo við, en kannski bara mér er oft í að menn lítur á náttúruna sem óumbreytanlega meira. Það var ekki þessi hugmyndur að allt var á hverfanda hveli, eins og hún er. Nútímaðurinn elst upp það að náttúrun sé að hverfa og það margfaldar áhugan á því. Já, og ég er líka það gerist að gera hverfanda hveli á Íslandi yfirleitt, sko. Að vegja náttúrun hefði sér. Já, en það bara tilfinningin ekki endilega sko. Eitt hvað að gerast og annað hvernig fólk skilur það. Það er alveg rétt, en ég held að líka, sko, hlutarinn átt þess að skjáta, þetta ég stakkur til þessu ykkur í grein. Að Íslendingar væri svona að þið skildi vel náttúruöflun og það var ekkert að tala mikið það. Það sko, það hafi áhrif á allt samfélag, ekki bara lágskemmtina. Þannig að prestarnir gátu ekki nota þess að skjáma lífið það. Guð var að lesa sem það var eins og var gert í Evrópu. En það var líka gert hér, Ólafur Einarsson. Hann segir að þetta er okkur að kenna, það er alltaf að fara hér norðurinn og það koma eldgos og vondi vetur því við höfum ekki hafa okkur vel, en það er svo merkilegt okkur finn, þetta er okkur að sumuleyti svo fjarlægt, en að sumuleyti er þetta svo líkt umræðinni núna, ég ofta hugsa þetta, við lifum líka tíma þar sem alltaf verið að tala, sko, við berum ábyrgð á því allt sé að fara norður og niður, að við erum að eyðileggja náttúruna. Þetta er ekki sama orðræða, en hún er ótrúlega lík. Þetta er ykkur að kenna. Eftir síðan. Já. Og svo bara það var reyna að gjörðinu ekki vandræð. Ég veit þetta í siðskiptamenninni, rétt eftir siðskipti, það er svona ræst að texta það sem að segja, sko, jörðin er með nóg handa öllum, það er ekkert að jörðinni, það er hér nógu matur og nógu, en það er bara því sem kunni ekki fara með þetta. Þetta er ótrúlegt, þetta er sko 16. öld. Maður hefur bara já. En fyrst þegar við komum út í umræður tímann og hans gang, þá var mér lítið á klukkuna og við erum komið 4 mínútur yfir á alltaf lok, þannig að ég ætlaði bara að bjóða Þorvaldi að koma hérna upp og hafa kveðjorð og þú mátt hafa þeir stuttið eins lögt þú vilt, og það er kannski ekki alveg slöng en þú kannar já, þú mátt bara koma fyrir bílum og bara snúa við þessari röð og svo er ennþá, það er þá kaffi og te og þú getur aðeins svona að skemmta eða við erum bara það er stórt til stundum. Ég þetta verður frekar stund, ég ætla bara að byrja því að þakka öllum fyrirlesurum fyrir frábæra málflutning, mjög góða skemmtun. Ég sé það að ég verð að leggjast niður og fara að lesa núna, 2 bindi og þetta vekur mikinn áhuga sem er hjá mér allavega, sem ég hefði hér í dag og lærði heila helli. Og kannski svona í lokin þetta er gaman að sjá að áhrif Stefáns eru ennþá til staðar og virka jákvætt og hvetjandi. Og við náttúrulega lærum líka alltaf meira og meira kannski fræðilega hliðina á Stefáni. En eitt sem mér hefur kannski fundist vanta er persónulegheit.
Kannski það er líka verðast verkefni fyrir einhverja að taka það á sig að reyna að finna meira út líf hans í Bandaríkjunum. Mér finnst þetta alveg stórmerkilegt að sveitadrengur eða sveitamaður á Austurlandi á Íslandi enda sem prófessor við æðsta háskóla í Bandaríkjunum. Það er snemma á fyrstu 20. öldinni og þetta er eitthvað sem við höfum að leggja pínu vinnu í til þess að lyfta upp og kynna fyrir fólki. Hvernig gerðist þetta í raun og veru? Og hvernig tókst þetta? Hvað er hvatningin? Með þau orð þá bara segi ég takk fyrir í dag og vona að þið bara njóti Breiðdalsvíkur þess eftir þér. Takk líka til þeirra sem hafa fylgst með í streymi og við kveðjum ykkur hér með og óskum ykkur góðrar dvalar hvar sem þið eru stödd á stundinni.